Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu 24. nóvember. Það þýðir að það akkurat sléttur mánuður til jóla. Finnið þið fyrir gleði eða stressi? En við endum þáttinn í kvöld á skemmtilegu spjalli við Aron Elí Arnarsson, 15 ára grunnskólanema sem sigraði nýverið í ljóðasamkeppni. Hann ætlar að lýsa, hvað maður að segja, eigin hugarheimi og áherslum og svo les hann upp eigið verðlauna ljóð. Nú, Páll Valsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur, hefur lengi haft áhyggjur af stöðu íslenskrar tungu, en aldrei sem nú. Það þyrfti í raun að efna til þjóðarátaks til að bjarga þeirri menningar gersemi sem íslenskan og bindur okkur saman, að mati Páls. Nú, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur og forstöðumaður sálgæslu og fjölskylduþjónustu, ræðir við Gunnar Smára bók sína Sár græða sár, sorgina og áföllin og hvernig við erum búin undir slíkt sem manneskjur og samfélag. Hallgrímur Óskarsson, framkvæmdastjóri Carbon Iceland, ætlar að gera upp COP-ráðstefnuna. Minni áhersla lögð á vistvænan samgöngumáta en margir hefðu kosið og sitt hvað bendir til bakslags. En Hallgrímur segir þó allt of snemmt að örvænta. En við hefjum leik á því að Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, ræðir við Gunnar Smára úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála á þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk og gildi þess að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks hefur nú verið lögleiddur. Það mjög áhugavert spjall. En áður en við hefjum leik, þá minni ég ykkur á að vera duglega að styrkja samstöðuna með einum eða öðrum hætti. Þið þurfið ekki, það felst ekki bara í því að draga upp veskið og gera styrktaraðila eða áskrifendur. Þið getið styrt okkur með ýmsum óbeinum hætti eins og með því að deila okkar efni á samfélagsmiðlum og svona gera okkur sýnilegri. En vonandi skemmtileg og áhugaverð dagskrá framundan hjá okkur í kvöld sem hentar ykkur. Við hefjum Rauða borðið eftir andartak en fyrst örstutt skilaboð. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, það kom úttekt gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála þar sem að kom í ljós að þjónusta margra sveitarfélaga við fatlaða var, svo sagtir í skötulíki. Ég ætla að fá að ræða aðeins við Ölmu Ýr Ingólfsdóttur sem formaður ÖBÍ þetta mál. En mér langar samt að byrja á því að svo stutt síðan að Alþingi samþykkti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Að þú myndir aðeins gefa mér hugmyndum það hver væri svona réttarbótin sem fólst í því með að Alþingi samþykkti samningin. Já, takk fyrir. Samningurum var lögfestur núna fyrir 2 vikum cirka
og af Alþingi þar sem að 45 greiddu atkvæði og 5 greiddu ekki með. Þetta myndi þá túlkast þannig að núna þessi lögfesting hefur það í för með sér að það er ákveðnu réttar óöryggi 1. Þannig að réttar vissan er í rauninni ríkari. Og þannig er þá núna þannig að fólk geti borið samningin fyrir sig, fyrir dómstólum, ef þannig ber undir. Þannig að það er hægt að nota hann þá bæði með bara íslenskum lögum og svo núna samningnum að því hann náttúrulega bara lögfestur í heild sinni. Hvað er í samningnum sem ekki var í lögum? Sko það hefur verið undanfarið, verið að innleiða ákvæði samningsins inn í íslenska löggjöf. En nú er hann bara í heild sinni, bara eins og hann birtist bara á alþjóðavettvangi líka. Þannig að þarna er í rauninni, þetta er ekki ný mannréttindi, heldur er þetta útfærsla í rauninni á mannréttindum sem þegar eru til staðar, en þá með raunveruleika fatlaðs fólks að leiðarljósi. Þannig að þarna er verið að skýra kannski svona í rauninni betur hvernig raunveruleiki fatlaðs fólks birtist og er, þannig að það svona styrkir í rauninni þessa réttindabaráttu og þessi réttindi. Var Ísland aftarlega í rauðinni við að lögfesta? Já. Nei, ekki beint, en þetta fenn náttúrulega sko allt eftir því hvernig í rauninni stjórnskipan hvers lands er. Og hér er þessi tvíeðliskenning þar sem að Ísland Íslands stjórnvöld byrja á því að löggjafinn að innleiða ákveði mannréttindasamninga eða alþjóðasamninga í innlenda löggjöf. Þannig að sko mér hugnast svo aðferð betur persónulega þar sem við viljum svona allavega það geta fylgt því eftir hvernig hlutirnir eru í stað þess að í rauninni bara lögfestan strax en ekkert skoða hvernig í rauninni lög og reglugerðir eru. Þannig að þessi aðferð hugnast mér persónulega betur og ég held að við séum alveg á góðri leið með að gera það sem okkur ber, en svo er kannski bara framkvæmdin sem að kannski í rauninni er flóknari og erfiðari og torveldari. Þjónusta við fatlað fólk er á vegum sveitarfélagana. Jú. Og þessi úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála dró fram að þau eru standa sig misvel. Já. Er ástæðan svo að sum sveitarfélög eru of veik til þess að geta veitt þessa þjónustu? Sko, já, það má örugglega að bera því við, en svo líka, sko, kannski svo það sé ekki endalaust verið að ég raunin kannski fyrra þau ábyrgð að þá eru samt 15 ár tæp síðan að yfirfærsla málaflokksins fór yfir til sveitarfélaga, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað nýtt. Þannig að hvort þau standi veik að veita þjónustu kannski eitt en að verða kannski við í rauninni eins og kemur fram í þessari skýrslu það sem bara vera að kalla eftir upplýsingum. Hvernig er þjónustan veitt? Er hún veitt? Eða eru til viðmið eða verklagsreglur? Það er svo allt annað, þannig að ég held að ekkert sveitarfélag sé veikt þess að geta staðið vel að því. Já, það er stundum sagt að sveitarfélagin séu mörg og eiginlega of lítil til þess að geta veitt þessa þjónustu. En í sjálfu sér þá hafa þau möguleika á því að búa til einhvers sonar samlög eða keypt þjónustu af öðrum eða veitt hana í félagi við aðra. Já, það eru nokkur sveitarfélag sem eru með svona þjónustu svæði þar sem að þessi tiltekna þjónusta þá er veitt. En mér finnst svona kannski verst að þegar þú ert ekki með sko, ef þú ert að veita þjónustuna að það sé ekki skýr verklag hvernig hún er veitt eða ákveðin stefnumótun í þeim efnum af því að og það einhvern veginn virðist alltaf loða við þannan málaflokk að það má vera einhvern veginn ekki alveg eins og það á að vera og það er orðið bara svona svolítið leðileg og sorgleg staðreynd að það er einhvern veginn eins og þessi gefin slaki á í rauninni þegar komið að þessu málaflokki. Og hvað heldur það sé? Kannski bara einhver, sko, án þess að maður ætla einhverjum illt, að ég veit ekki, kannski er þetta orðið bara einhver menning, samfélagið hefur kannski, árum saman litið svo á að það styrfi ekki, og það kannski ratast þar inn, en sem betur fyrir eru þarna sveitafélög sem geta þá verið fyrirmynd annara í að gera þetta vel og betur. En er samingi að eftir því sem að sveitafélögin eru stærri, því betur er að verki í staðið? Sko það virðist nú vera allur gangur á því og auðvitað er kannski þegar þjónustan er meiri og málaflokkurinn stærri innan hjá stærri sveitafélögurum að þá er það kannski auðveldara en alls ég sko án þess að maður ætla eitthvað alhæfa en við verðum líka vör við að þessi stóru sveitafélög eru kannski ekki gera eins og þau gætu gert. Þannig að já, það er svona allur gangur á því.
Fyrir utan smæð sveitafélagana þá hefur oft verið bent á það að sveitafélagin hafi, ég veit ekki út að segja samið af sér, en allavega komið ekki vel út úr þessu samningi, að þjónustan hafi verið miklu meiri heldur en nam fjárveitingu ríkisins sem að fylgdi. Eru þá fatlaðir svona fórnarlamb þessa að sveitafélagin hafa raunverulega verið tekið á sig að veita þjónustu sem að þau hafa fjárhagslega ekki bolmagn til þess að gera? Já, ég myndi allavega að segja að kostnaður þeir sem fá ekki þjónustuna er að þú veist, bara verða af henni. Og það er bara í mjög mörgum tilfellum þar sem að staðan er svo að fólk fær ekki lögbundna þjónustu. Sumstaðar er það vegna manneklu, sumstaðar er það vegna skorts á í rauninni bara verklegu og að þjónustan sé í boði og svo er það líka að það sé ekki hægt að verða við henni. Og fær fólk þá slík svör? Já. Ég veit þú hefur rétt á þessu, en því miður getur ekki veitt þetta vegna þess að við höfum ekki mannafla til þess. Já, í ákveðnum tilfellum er það svoleiðis. Það er nákvæmlega þannig að það er borið við bæði að það er ráðningabann og svo líka að það sé ekki hægt að verða við, þú veist, umsóknin þín af tiltekinni þjónustu kannski samþykkt en biðin eftir henni er svo aftur á móti kannski 3 ár þar sem að í rauninni myndi maður ætla þá að það væri ekki til fjármagn til þess að veita hana. En er þetta ekki almennt viðurkennt á Íslandi að stjórnvöld geta samþykkt alls konar reglur og alls konar réttindi, svo kemur í ljós að þau hafi ekki efni á að veita það og þá segja dómstólar að þannig sé bara í potti búið? Jú, og við höfum rekið svoleiðis mál þar sem að í rauninni ÖBÍ, þar sem að það er en í raunin sko, ef þetta er á fjárhagsáætlun þá er einhvern veginn eins og þessi búið að tryggja að það sé allt í lagi að þú dúsir á þessum biðlista eftir þjónustunni sem er náttúrulega bagalegt því að það er enginn að sækja þessa þjónustu bara af því að því þetta er mörgum hverjum bara lífsnauðsynleg þjónusta og við erum með stefnu stjórnvalda þar sem að felur í sér að flestir og allir eigi að vera virkir í annarkvort á atvinnumarkaði eða í samfélagslegri þáttöku en þegar þú getur ekki fengið þjónustuna þá er það augljóst að þessir hópur getur það ekki. Þannig að stundum fer ekki saman hljóð og mynd. Og það er í sjálfu sér viðurkennt að sveitafélög sem að telur sig ekki hafa efni á því að uppfylla þjónustuna. Já, ég meina það skýrist. Og þar með er ekki sérstaklega hvati í því að uppfylla þjónustuna. Nei, og eftirliti með þessu er náttúrulega mjög báborið og þarna er gæða og eftirlitsstofnun að reyna að koma inn í og benda á og þarna eru brotalamir en svo er einhvern veginn eins og það sleppi, ég meina þau fara í þessa vinnu, þau gera þessa skýrslu úttektir og hvetja sveitafélögin áfram en svo er einhvern veginn svo kemur önnur úttektin og þá hefur rauninni voða lítið breyst þannig að þarna þarf kannski bara ríkjast stíga fastar inn í þó svo að sem stjórnarskrávarinn réttur sveitafélaga að gera eins og þau geta og vilja kannski í sumum tilfellum en þá náttúrulega þarf kannski bara að ráðherra sem að fer með málaflokkin að stíga fastar inn í því að það er ekki boðlegt að þetta sé bara ár eftir ár þessi staða. Og varði það að ríkisvaldið fylgist með því að sveitafélögin veiti þá þjónustu sem þeim ber? Nei, alls ekki nóg. Þannig að ríkið ítti þessu bara frá sér? Já, allavega að það virðist ekki vera stigið fast þarna niður og í rauninni og þá spyr maður sér líka, þú veist, ef það er verið að setja á laggirnar svona stofnun sem að ég er mjög hrifin af eins og gæða og eftirlitsstofnun og því sem að þau eru að gera það mjög vel og fara eftir lögum og sveitafélögum ber eftir lögum að setja sér hitt og þetta, stefnur í þessu málaflokki og svo í rauninni, og hvað gerist svo? Svo er þetta bara einhvern veginn heldur þetta áfram að verða. Þannig það er ekki ákvæði í þessu, það er ekkert Nei, þetta er náttúrulega bara Nei, og kannski er það sem akkurat þyrfti að gera. Nei, það er stundur notað í svona málum, það eru sektir víða út í heimi til dæmis ef að sveitafélög byggja ekki nógu mikið þá fóðu sektir. Já, áfellisdómurinn er mikill, þannig að maður myndi allavega ætla að sveitafélög myndu vilja að gera betur og gera það raunverulega. Því að við, ÖBÍ hefur verið að fylgjast með þessu alveg síðan 2021 og svona sendum sjálf bréf á sveitafélögin varðandi óskum eftir upplýsingu varðandi tiltekna þjónustu
og þá kom á daginn að hérna það var bara eftir dúk og disk og svona uppfærsla á rauninni upplýsingum og leiðbeinandi skildum til fatlaðs fólks varðandi réttindi þeirra og annað og þjónustu að hún var bara mjög báborin og svo kemur í rauninni þá Gæða- og eftirlitsstofnun og gerir frekari úttekt og Ríkisendurskoðun hefur gert það líka en það einhvern veginn eins og það leyfist að þessi málaflokkur sé bara eins og hann og það svo sorglegt því að það orðin ákveðin vitundavakning í samfélaginu og flestir vilja gera vel en það einhvern veginn eins og þetta megi samt alltaf bara einhvern veginn eins og ég leyfi mér að sletta slæta og ég ekkert viss að það sko endilega þrífist og leyfist í öðrum í málaflokkum. Þetta sé eitthvað sem við getum gert ef við höfum efna á því en ef við höfum ekki efna á því þá bara gerum við þetta ekki. Já, kannski líka bara eitthvað svona samfélagslegt viðhorf, vinnustæðar menning að þetta bara megi. Getur þú gefið mér dæmi það hvers konar þjónustu fólk fær ekki í þessari úttekt eða í ykkar reynslu? Já, þessari lögbundnu þjónustu og þarna náttúrulega Gæða- og eftirlitsstofnun að horfa á þetta lögbundna hlutur sveitarfélagana sem fellur undir lög númer 38/2018 sem það þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og þarna undir til dæmis mikil stuðnings- og stoðþjónusta eins og til dæmis MPA eða notendastýrð persónuleg aðstoð og það ákveðin þjónusta sem að sveitarfélögum dýr en lífsnauðsynleg fólki ef að fólk á að geta tekið þátt í samfélaginu eða bara sko daglegar athafnir lífs þá verður það að fá þessa þjónustu en þarna hún sumstaðar ekki í boði, hún sumstaðar ekki veitt en það búið að samþykkja hana sumstaðar en þú þarft að bíða í mörg ár. En var ekki hugmyndin á bakvið þá þjónustu að hún væri eiginlega jafn dýr eins og ertu ekki að tala að þegar fólk var að ráða sjálft aðstoð fólk? Jú, þetta já. Ég man ekki betur en að rökin hafi verið meðal annars að þetta væri eiginlega jafn dýrt og stofnana þjónusta? Jú, en hún bara ekki... Þannig þá sparar ekki pening á því að segja nei? Nei, svo veltum... Nefnum veitir ekki hina þjónustuna heldur? Nei, algjörlega, en hún ekki veitt. Hún veitt til þeirra sem hafa fengið samninga og í rauninni já, en svo bara fleira fólk að sækja ég meina við erum að eldast, okkur fjölgar, fólk slasast eða veikist á lífsleiðinni, þetta ekki bara fólk sem að fæðist, þannig að og það alveg við búið, þú veist hverjir á biðlista, en samningunum fjölgar ekki. Hvar fær fólki sem á biðlista þjónustu? Já, hún útfærð með einhverjum öðrum hætti og svo reiðir fólk sér bara á baklandi sitt og það nú eins margvíslegt og það sko. Þannig að þarna kemur inn í líka, það einhverjar útfærslur og svo það bara í rauninni aðstandendur sem þá inna og sinna þessari þjónustu. Þú veit að tala svona menningu, þá vinnur það á móti að svona menningarleg hugmyndum að fjölskyldan eigi að sinna veikburða einstaklingum, en ekki í það opinbera. Já, í og með myndi ég halda og það kannski endurspeglast í nýútgefinni skýrslu sem að Tryggingastofnun framkvæmdi á af hverju svona margar konur á ákveðnum aldri frá 50 upp í 66 komna með örorkumat. Það endurspeglast bara mjög vel þar því að stærsti hópur þar innan þá í rauninni mæður sem að hafa sinnt fötluðum börnum eða öðrum sem með þá bara langvinna sjúkdóma. Þannig að það endurspeglast þar líka og það gerð rík krafa á að foreldrar eða aðstandendur sínum náskildum. Og það þá dæmi að þessi kostnaður kemur fram annars staðar? Já, ég meina það segir sér sjálft að ef mæður eru á þessum aldri komnar á örorku og sko þá ekki tímabundna heldur bara ótímabundna örorku að þá við farin að þá það kostnaður samfélaginu. Það kostnaður sem að leggst á Tryggingastofnun en ekki sveitarfélagið í þessum málum þar sem að svona mál geta dottið á milli að þá svo tilneying oft að einn aðilinn hann spara við sig þar sem að kostnaðurinn af því leggst yfir á annan. Já, og eitthvað slíkt í þessu? Já, það hlýtur að vera. En svo líka, ég held við séum bara svo skammsýn þegar við erum að móta einhverja stefnur eða lagabálka þá horfum við alltaf svo skamt. Við horfum aldrei heildrænt.
Og það bara finnst mér alltaf hafa endurspeglast líka í þessum, í stefnu síðustu ára þar sem að í rauninni verið að reyna að koma móts við að það sé engin nýgengni örorku. En samt hvatinn hann á að vera atvinnumarkaður, fólk á að fara á atvinnumarkaðin, sama í rauninni eins og þetta var hver í rauninni örorkan þín var og til þess að geta sinnt því að þá þarftu kannski að hafa með þér einmitt NPA þjónustu, þú þarft að hafa með þér ákveðin hjálpartæki en það lítur inn, þú veist þetta aldrei þessi heildræna stefna en ekki það vonandi þessar nýju breytingar sem að tóku gildi núna í september eiga að varpa ljósi á hvar sleppir en þetta einhvern veginn þegar við erum að búa til eitthvað og með alls konar hugmyndir þá þetta aldrei heildrænt, það ekki verið að horfa á þetta heilt yfir og sem að kemur kannski þá einmitt niður á þessu líka. Stundum rætt það í tengslu við ýmis konar mannréttindi að ef að sigrar vinnast of snemma að þá einhvern veginn náður ekki að festa sig í sessi. Getur það verið að til dæmis þessi notendastýrða þjónusta að hún hafi ekki sigrað hug og hjörtu nægilega margra til þess að sé svona ákafið í að kominni á legg að einhverjir inn í sveitarfélaginu lítið á þetta sé verið að neyða þau til þess að gera eitthvað sem að þau skilji ekki alveg tilganginn eða mikilvægið eða það svolítið búið að afbaka þessa hugmyndafræði sem að sjálfstætt líf felur í sér. Já. En hvernig þá? Það búið að kannski af því að sjálfstætt líf náttúrulega bara að einstaklingurinn í rauninni ráði sér og sinni þjónustu og bara eftir í hvernig, ekki eftir dagskrá hins opinbera en það búið að kannski í einhverjum tilfellum kannski búið að fara með of mikla heilbrigðisþjónustu inn í þetta og á sumum levelum kannski líka þar sem rauninni búið að draga úr. En eins og þetta hér að þá náttúrulega eru náttúrulega mörg sem eru með MPA og mjög stóra og mikla samninga. Það bara því að skerðing þeirra eða fötlun það mikil að hún krefst þess. Í sumum tilfellum ákveðin hjúkrunarþjónusta sem að kannski starfsmaðurinn getur veitt en þá hún samt skilgreind sem heilbrigðisþjónusta og þá þetta svo flókið því að öll félagsþjónusta á hendi sveitarfélagana en heilbrigðisþjónusta á hendi ríkisins og þá kemur þessi núningur í staðan fyrir að bara þessir aðilar einhvern veginn myndu setjast niður og reyna að útfæra þetta. Hvernig viljum við gera þetta? Ekki til þess að verja sveitarfélögin heldur þess að kappkosta við að einstaklingur sem að þarf á þessar þjónustu að halda að hann bara njóti sín, að hann geti lifað eins og í rauninni hugmyndafræðin kveður á Það var eins og ríki vilji ekki koma og ganga inn í þessa samninga með hjúkrunarþjónustu þar sem að það á við svona ótta við að opna einhverja gáttir eins og ef maður reynar að hugsa svo bókari hjá sjúkratryggingum. Ég veit ekki hvort að það endilega heldur bara, ég held að mér finnst eins og það takingin bara slæja, það rýður enginn á vað og sér, nú ætlum við að setjast niður og við ætlum bara að greina þetta og hvar eru þannig samningar sem að þetta tvennt fer saman og hvar ekki. Ég bara trúi því ekki að þetta þurfa að vera svona flókið. Það tekur eitthvað slægi nema bara þið? Já, það það enginn inn í kerfinu sem að berjast fyrir ykkur. Nei, því miður ekki nógulega ríkt. Af því að það hafa komið og það hafa verið að gera tímabundin samkomulag þar sem að ríkið stígur inni með eitthvað ákveð fjármagn þar sem á að fjölga samningum eða þetta bara dugir aldrei til og þarna kemur aftur skammsýmin í staðinn fyrir bara að við ætlum að greina þetta af því að okkur svo tamt að greina allt sem við erum að gera og bara komast að niðurstöðu. Þegar að þetta gerist, þá verður þetta svona. Þegar að hitt þá verður þetta svona. Af því að samningunum í rauninni ekki að fjölga. Þannig að heldur í rauninni ferðin bara dragast þér aftur úr, Og það ekki þess... Það meinar það bara að byrjið þannig aukast og það ekki að fleiri að koma inn á samninga? Nei, það ekki hægt að segja það. Þannig að þrátt fyrir þennan lögbundna rétt og þessa lögbundnu þjónustu þá það alls ekki. Og þá segja sveitarfélögin við erum bara með þetta fjármagn í þetta og það Já, og sveitarfélögin segja við fáum ekki nóg og fengum ekki nóg þegar í rauninni við tökum við málaflokknum þannig að við erum í sífelldri innviðaskuld. Ríkið segir það stendur ekki okkur við greiðum þegar að sótt en hvert fer þetta þá? Og við höfum kallað eftir upplýsingum það en ekki fengið svör.
En að ríki heldur því fram að það séu peninga til þess að borga en sveitarfélögin bara sækja ekki um. Ég ríki segir bara við greiðum þegar að sótt að það stendur ekki á okkur, en sveitarfélögin segja að það dugir ekki til. Þannig, en af hverju þá, þú veist, af hverju setjast þessir aðalar þá ekki niður og bara ráða úr því hvað það sem veldur. En þetta bara ár eftir ár. Og engin breyting. Nei, alls engin breyting. Eru dæmi að fatlað fólk hafi flutt á milli sveitarfélaga út af þjónustu? Já. Og getur ekki nefnt svona dæmi hvernig það geti litið út? Það rauninni kannski bara af því að sko ef við tölum smæðina að þá kannski bara ekki, þú veist, það bara ekki starfsfólk sem getur sinnt þjónustunni. Það kannski ekki af því að sveitarfélag vill ekki veita þjónustuna en það bara ekki hægt. Og svo kannski líka bara, og þá oft þetta líka... það heilbrigðisþjónusta? Nei, þessa tilteknu þú veist, þessa þjónustu. Það ekki fólk sem að fara að vera nær lækni eða eitthvað slíku. Þetta þetta félagsleg þjónusta sem að... Já, eða þá bara að húsnæðið óaðgengilegt eða að það eru margar breytur þar inni. En svo náttúrulega líka hefur verið, sækir fólk í að búa hér, sérstaklega kannski á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að aðgengið betra bæði að húsnæðum, það að kannski að stofnunum og öllu því, þegar að það kannski ekki í litlum bæjarfélagum. Og svo líka að það kannski bara fæst ekki fólk til að sinna þjónustunni. En það líka verið að sko, það náttúrulega í þessari tildeknu þjónustu, þá kannski svolítið mikil starfsmanna velta og það ekki mikil það ekki gerð kröfur fagþekkingu en við vitum að gæði þjónustunar hún eykst og betri ef að kröfur ákveðnum fagþekkingu gerð. En það virðist ekki vera í nógu mikið sko. Þannig að þetta er rosa margt sem að fer þarna undir sko, en hefur kannski ekki verið nægilega rýnt. En með svona úttektum náttúrulega gæði og eftirlitsstofnunina að reyna að komast að hvað það sem að veldur og hvað það sem að sleppir og hvað getur við gert betur sko. En svo einhvern veginn og mér var svolítið sérkennilegt að sjá að það voru þarna sveitarfélög sem óskuðu eftir auknum fresti. Ég meina ákveðin fasi úttektarinnar sendur út sko, í byrjun árs eða mitt ár 2024. Við erum að detta í 2026. Þannig að já, og það skortir ýmislegt þarna inni hvað þennan málaflokk varðar. Fólk hefur kannski mikið að gera en þetta bara ekki ofarlega á... Mikið að gera, það bara þarf enginn að segja mér að það sé ekki hægt að verða við því að svara þessum, þetta ekki mjög flókið og bara af hverju ekki verið að setja sér einhverjar verklag að því að ég lít bara þannig á að ef það ekki eitthvað verklag til inn í búsetu úrræðum hvað varðar ofbeldi gegn fötluðu fólki að þá erum við bara ekki á góðum stað og það bara þannig að og kemur bara Við erum ekki á góðum stað, við erum bara að heyra fréttir núna ofbeldi gagnvart öldruðum og fleira sem að koma inn í fréttir núna kannski í fyrsta skipti fyrir 2 árum eða eitthvað, við erum bara ekki komin lengra en þetta. Nei, en sko við eigum að vera komin lengra. Við hefum náttúrulega verið með alls konar úttektir á ofbeldi gagnvart fötluðum í sögunni. Já, og en það oft látið eins og það sé bara liðin tíð, það tilir í sögunni. Eða bara orðið aftur, ég ætla ekki að ætla starfsfólki neitt illt ef að þú uppfræðir ekki, ef við erum bara búin að samþykja það að þetta megi og við erum að tala þarna hóp sem að kannski með engum móti getur í rauninni sótt sér rétt sinni eða láti vita að þá það bara graf alvarlegt því að það bara þannig að fatla fólk sérstaklega sem að býr inn á stofnunum í svona úrræðum miklu útsettara fyrir hverskis ofbeldi en ekki. Þannig að þarna þarf bara að stíga rosalega fast niður. Þetta umboðsmaður Alþingis búin að benda á einhverju einustu skýrslu sem að sama hvort það árskýrsla eða í rauninni skýrslu sem að hann gefur út í gegnum opkatt eftirliti sem að honum ber að sinna, að þá þetta alltaf. Og þegar að sveitarfélög að útvista líka verkefnum til einkarekinna aðila sem að í rauninni sjáum einhverja þjónustu, að þá heldur líka, sko, þá minnkar eftirliti líka, þó svo að það eigi að vera í rauninni ennþá meira. Men maður myndi halda það að myndi fylgja útboðinu kröfur sem að væri
ég meina það eiginlega ekki hægt að útvista þjónustunni nema að hafa mikið eftirlit með henni. Já, en málið að inn á svona bæði þetta það sem að geðhjálp búið að vera að benda á endurtekið og lík það sem að snýri nú til dæmis bara geðdeildirnar og búsetuúrræði fyrir fólk sem þá með geðsjúkdóma og líka í þessum búsetuúrræðum að svona tilvik það skortir skráningu. Þannig að rosalega erfitt að halda utanum eitthvað svona þegar tilvikin ekki skráð. Af því að það í rauninni búið að samþykja að í rauninni að það megi. Og þannig erum við ekkert bara að tala sko ofbeldi allt alvarlegt í sama hvað formið það En það í rauninni alltaf verið að heimila að það megi beita ákveðna þvinganir. Það ofbeldi. Það að tala svona einhvers svona kultúr sem kannski erfitt að halda eða spyrna gegn eftirliti vegna þess að þetta eiginlega á svona óorðu svæði. Já, og það alltaf verið að í rauninni það komið með einhverjar, það ákveði, það reglur, það reglugerðir sem að segir þú mátt ekki beita þessu nema og þá þetta nema rosalega ríkt í stað fyrir að það sé bara, það algjört bann við. Já, og sá sem að beitir ofbeldinu hefur náttúrulega skilgreiningavaldið á hvað það nema Já, það rosalega fljótt að finnast allavegna og ef þetta ekki, ef við förum inn að þetta má ekki og þetta á ekki að þrífast í stað þess að vera alltaf með eitthvað heimild til þess að þá það náttúrulega auðveldur og ég tala nú ekki þegar það mannekla. Þá breytast reglunar. Já. Stundum sagt að varandi mannréttindi minnihlutahópa að þau séu betur geymd í svona stærri heildum. Tekið sem dæmi að alríkið í Bandaríkjunum gæti tryggt konum rétt til þungunarrofs á meðan að kannski einhver ríki í Suðurríkjunum gera það ekki. Þannig að konur sem að búa í Suðurríkjunum, þær sem að vilja fara í þungunarrof, að þær myndu njóta verndar eiginlega gegn vilja meiri hlutans á viðkomandi stað. Þannig að það verður svona algild. Evrópusinnar á Íslandi halda þeir stundu fram að Evrópa geti veitt neytendum á Íslandi rétt sem að íslensk stjórnvöld geti ekki veitt vegna þess að það sé einhvern veginn hort breiðara á hlutina. Það kannski út frá þessu svona hugsun væri það kannski betra ef að fatlaði væru að ríki bæri ábyrgð á þjónustunni við fatlaði heldur en sveitarfélögin? Sumir vilja meina það. Ég meina, það væri líka bara forvitnilegt að heyra hvað vilja, hvernig sjá sveitarfélögin þetta fyrir sér. Hvað viljið þið? Ég að spyrja. Við viljum bara að það sé... Vildu þið þetta fyrir 15 árum að fara þetta nær? Ég þekki bara ekki þá sögu hvernig pólitík hagsmunasamtakana var þegar að yfirfærslan átti sér stað. Það sem að við viljum bara að þetta fólk fái viðeigandi þjónustu. Og hvar sem að hún hvort hún að fara að sveitarfélagin eða ekki, en miðað við hvernig framkvæmdin hefur verið að þá spyr maður sig vilja þau þetta og geta þau þetta því að það allavega þetta bætist ekki, þetta breytist ekki, þetta virðist einhvern veginn hjakka í sama farinu og kannski meira bakslag heldur en ella. Þannig að manni finnst svona frekar vera ríkari sýn á það að það sé alltaf vera að þrengja í rauninni hverjir geta sótt þú verður að vera, það þarf að vera þessi greining, það má ekki vera aldurstengdir sjúkdómar þó svo að fólk sé kannski bara 60, þetta má ekki vera heilatengt því að þá þetta vera heilbrigðist, þannig að það alltaf verið að finna upp eitthvað til þess að þrengja að þeim sem til þess að íta kostnaðin yfir ríkið. Já, og svona beina fólki inn á hjúkrunarheimili sem hefur kannski bara ekkert þangað að gera. Og dýrasta þjónustan. Já, og líka bara þegar þú fyrir inn á hjúkrunarheimili þá ertu búin að missa í rauninni allan þennan rétt. Ég meina allín framfærsla fyrir til hjúkrunarheimilisins, þú farð ekki akstursþjónustu, þú farð ekki þessa þjónustu, þannig að það væri bara í rauninni réttast að heyra vilja sveitarfélögin eða ekki og bara hvar þessu best borgið því að þetta gengur ekki svona. En ég tók dæmi að það sem verið að venda rétt minnihlutahópa að það gangi betur í stærri heildum en það ekki endilega þar með satt að þjónustan sé betri þegar hún veitt í mikilli fjarlægð að nærþjónusta þykir almennt betri eða svona líklegri en þetta sikkur hluturinn að eftirliti með því að ég fái það sem að mér ber
og hins vegar þjónusta sem ég veiti og það er ekki endilega gefið að það eigi að vera á sömu hendi. Nei, enda sýnir það sig, sko. Það er kannski gallin í þessu. Já, en að einhverju, þú veist, það þarf allavega einhver vinna að fara fram. Það sem að því fundin flötur, sko, hvernig ætlum við að gera þetta? Því að það var nú sátu við starfsmenn skrifstofu ÖBÍ á þingpöllum þegar að atkvæðagreiðsla með lögfestingunni var og þar var bara algjör samhljómur að þetta ætti að gerast og að fólki vildi gera þetta vel og nú yrðu allir aðilar að sammælast að framkvæmdin yrði sem best þannig að nú reynir á og líka það að sko það er ekki bara nóg að segja þetta í ræðupúlti og fylgja atkvæðisínu eftir heldur þá þarf í rauninni þurfa þingmenn þá að vera með okkur í liði líka að framkvæmdin sé góð. Þannig að þessi samþykkt svona líkari því að vera vilja yfirlýsing frekar heldur en... Nei, nú er búið að lögfesta þennan samning í heild. Þannig að það er ekki bara, sko, þingsályektanir eru kannski meira svona vilja yfirlýsingar. En við erum búin að fara yfir það þó að þetta sé búið að samþykkja þetta og að lögum, að þá getur sveitafélagið sagt, já, ég veit að þú átt rétt á þessu, en því miður þá höfum við bara ekki meira fjármagn. Já, nú er búið að, þú veist, nú er allavega ríkari skylda til þess að fylgja því eftir. Þannig að ég ætla svona að leyfa mér að vera vongóð að þannig verði að því að það er svona betra að sjá aðeins birtu heldur en bara myrkur, sko. Þannig en það sem að ég held að þetta hefur líka náðst í ykkar málaflokki náðst mikill árangur ef við förum bara 20 ár, 40 ár, 60 ár. Já, en það bara eru við sem betur. Stórkostlegi sigrar á leiðinni. Algjörlega og ég meina við reynum að fara inn í okkar kröfu þannig að við séum kröfuhörðum samt jákvæð þannig að því að við erum bara með en við erum hamrandi sífellt á lyklaborði þá næst ekki mikill ávinningur sko og við viljum vera með, við viljum sko koma þekkingu okkar á reynslu því að við erum á vaktinu, við erum að skoða samanburðin hvernig þetta er í nágranna löndunum og við erum að fylgjast með, við fáum fólk inn af gólfinu þannig að og viljum vinna þetta í góðri samvinnu. Þið er nú ekki alltaf kölluð til eins og breytingar á almannatryggingunum að þá voru þið ekki með því. Nei, við vorum kölluð inn og ég held að þið hefði ekki verið með þarna fyrir 15 ára þegar það var fært til sveitafélagana. Nei, sjálfsagt ekki. Ég bara viðurkenni þekkingarleysi með þar. En nei, en sko við finnum það að það er í ríkara mæli sótt í að hafa okkur með og enda kannski endurspeglast að það er betra heldur en ekki. Þannig að við svona viljum það gjarnan og að því að það bara sýnir sig að það er miklu betra heldur en ekki. Herðu, en þessi skýrsla komið fram, þessi úttekt, ef að segjum að ég sé mikið fatlaða maður, í hvaða sveitafélagi er best fyrir mig að búa? Já, nú spyrðu bara sem er ógerningur að svara. Hvar viltu búa er hins vegar svarið. Já. Það á að vera þannig því að við vitum að bara ef að fólk fær að vera bara heima hjá sér og í sínu nærsamfélagi þar sem að því líður best að þar á að mæta þér. Það getur verið eitt í þessu að því að í fámennu sveitafélagi sem að hefur kannski ekki mikil fjárráð þá er það að ef að þú ert fatlaður einstaklingur og þarft mikla þjónustu þá getur það verið svolítið svona erfitt að það sést á fjárhagsáætlun sveitafélagsins kostnaðurinn við þjónustu við þig. Þekkir ykkur svona dæmi að þetta hafi svona... Nei, ég held sko... Fólk verið látið finna fyrir því? Nei, ég ætla nú að vona að það sé ekki en það finnast manni oft sko, þú veist þessi smærri sveitafélög vera sko miklu útsjónasamari heldur en í rauninni kannski gengur að gerast í stærri sveitafélögum þar sem að fólk sko það vill hafa sína íbúa. Ég svona leyfi mér að vona það sé nú ekki sko en kannski... Sú menning sé farin að þessi verið að bera hrepssómaga yfir hrepssmörk. Já, ég vona það. Stundum er talað þetta meira svo höfuðborgarsvæðinu að sum sveitafélögin séu svona eiginlega íta sínu fatlaða fólki eða fólki sem að þarf á félagslegri aðstoð að halda yfir... Jú, það hafa verið alls konar sögur og svoleiðis. Já, en ég ætla nú að vona að við förum að hverfa frá svoleiðis en það er það meiri áfyllastómur á
þau sem að pólitíkin sem að þar stjórna og íbúum þess samfélag heldur en hinna, en ég ætla nú að leyfa mér að vona að það sé svona að sé hverfandi. Þannig að þið vil ekki búa til svona lista yfir bestu sveitarfélögin svona eins og TripAdvisor gerir við veitingastæði? Við höfum gert svona úttektir á hvernig með svona manngerðu aðgengi og það allt í lagi, þú veist, að vera þá hvetjandi heldur en sko að við séum bara að stilla þér upp í vegg sko, heldur að það sé þá meira hvetjandi heldur en hitt sko. Þannig að ég held að við myndum ekkert græða á því. Að fyrirtæki getur fengið merki út af aðgengi? Já, og við höfum verið að gera það. Við erum með ungliðahreyfingu sem heitir Ung ÖBI. Það sem að þau hafa verið að með svona vitundavakningu og sína fram á að ungt fatlað fólk fyrir alveg og skemmtir sér eins og jafnaldrar og hafa verið að veita svona viðurkenningu sem heitir fjólublátt ljós við barina því að fjólublári er liturinn okkar og hafa verið að fara inn á bari og skemmtistæði til þess að taka út aðgengi. Þannig að það er hvetjandi. Þú veist, staðirnir vilja hafa þessa viðurkenningu. Það er ekki hauskúpu. Nei, þannig að við varum frekar þar, sko. Heldur en hitt. En svo er aðgengi náttúrulega alls konar. Við þurfum að hafa hugað aðgengi hér, ekki bara að fólk komist inn í stúdíu til okkar. Nei. Heldur skrifu eða nefnu við þættin okkar inn á til dæmis YouTube þannig að þeir sem eru með lestrarvélar, eru blindir, það er bara mjög vel gert. Já, það er mjög vel gert. En það er bara gert, það er bara maður sem að hjálpa okkur við það. Já, það er mjög ríkt aðgengi. Þannig aðgengi er svo margbreytilegt. Já, og nú náttúrulega í þessari stafrænu umbyltingu að þar er mikill skortur og rosalega erfitt. Við tala nú ekki þegar að kannski líka gervigreindin fyrir að taka við af því að það er stór hópur sem að getur á erfitt með að nýta sér þessari stafrænu umbyltingu, þannig að það þarf að vanda vel til verka þar. Og aðgengið er einmitt ekki bara það sem er manngert í höndum sko, heldur, það er ekki nóg að komast inn, þú verður að geta aðtapnaði inn og skili það sem að þar fer fram og þannig, en það eru margar góðar umvendingar þar. Herðu, Alma Ýr, takk fyrir að koma hingað og tala þjónustu sveitarfélagana við fatlaða. Já, takk kærlega. En við ætlum að halda hér áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við viljum að ræða loftslagsmálin næst. Það eru skiptarskoðanir árangur af COP30, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu. Einkum hvað varðar jarðefnaeldsneytið, svona samkvæmt því sem komið hefur fram. Nú, flestir Íslendingar sem sátu ráðstefnuna hafa ekki enn skilað sér heim, en við ætlum nú að reyna að ná í skottið á þeim síðar í vikunni. Við ætlum einnig að ræða við ungt fólk, talsmenn ungra Íslendinga, hvernig þeim lítist á blikuna. Því það er nú stundu sagt að mín kynslóð þurfi nú kannski að hafa minni áhyggjur heldur en næstu kynslóðir. En það eru mjög margir sem að hafa fylgst spenntir með tíðindum á þessari ráðstefnu og fylgjast spenntir áfram með þessu gríðar mikilvæga máli. Og í þeirra hópi er Hallgrímur Óskarsson sem hefur komið hérna áður á samstöðuna hjá Carbon. Er það Carbon Iceland eða Carbon Ísland? Carbon Iceland. Carbon Iceland. Vertu velkominn, Hallgrímur. Þú ert í hópi þeirra sem að þú hefur fylgst grannt með tíðindum frá þessari ráðstefnu, ekki satt? Og þú hefur kannski fylgst með því að margir segjast hafa orðið fyrir vonbrigðum og tala að þarna hafi ekki orðið mikill árangur. Það er talað bakslag jafnvel. Það er sagt að Bandaríkjamenn hafi svikið lit og séu að stefna okkur á heljar þröm, samstöðun á skorti og svo framvegis. En hver eru svona þín viðbrögð því sem komið hefur fram? Ef við byrjum bara vítt. Mín viðbrögð eru þau að það er bæði hægt að rökstuða það að þetta hafi að stórum hluta misheppnast og líka hægt að rökstuða það að það sé engu að síður hægt að rökstuða það að það sé alveg skýr tilgangur að halda
þessa ráðstöfnu og halda samtalinu áfram vegna þess að ef við rifjum upp söguna allt frá 97 og svo 2015 Kyoto 97 og Parísar samkomulagið 2015 þá gerðust í rauninni svipaðir hlutir. Þá voru nokkrar stórar þjóðir, Kína og Bandaríkin og fleiri stórar sem að skrifuðu ekki undir það sem þau metnaði fullu markmið og samningar sem áttu að skrifa undir. Og þetta var líka þannig í Parísar samkomulaginu 2015. Þannig að við höfum alveg séð þessa stöðu áður. En við höfum líka séð hitastigið fara hækkandi. Já. Og hræðilegar afleiðingar af veðurfarslegum skakkaföllum. Já. Og bara þetta með hækkandi hitastig, mér finnst oft best að lýsa því bara sem breytt búsetu skilyrði fyrir stóran hluta mannkyns. Vegna þess að fyrstu viðbrögð til dæmis margra Íslendinga þegar sagt hitastig mun hækka aðeins og þá þetta sumir í það að segja, er það ekki bara gott hér á Íslandi? Og en þetta eru fyrst og fremst breytt búsetu skilyrði. Það sem hægt að búa í dag ekki hægt að búa lengur. Og við sjáum til dæmis bara aurskriður, eitthvað það sem var sífreri áður og bara bæjarstæði sem virkuðu og fólk bjó áratugum saman verða í náinn framtíð þannig að það verður ekki hægt að búa þar. Þetta eru fyrst og fremst breytt búsetu skilyrði. En nú hringir vekjaraklukkan og segir okkur að sjálfur Golfstraumurinn gæti verið í hættu líka. Það eru þessar vísbendingar það og það er eina af þessum afleiðingum sem við sjáum og við sjáum þetta náttúrulega með mjög skýrum hætti yfir þessa sumarmánuði hvernig Evrópa staðan þannig að hitastig núna svona þessi ár hækkar hlutfallslega meira í Evrópu og maður að sjá 45 gráður yfir og jafnvel þar yfir bara í allnokkur tíma. Þannig að ástæðan skýr að reyna að gera hvað í hlutunum en COP-ráðstefnurnar hafa í rauninni verið svolítið þannig að vísindin hafa ekki verið í aðhlutverki þar heldur hagsmunaaðilar hafa oft náð sterkri rödd inn á þessar ráðstefnur og vísindin eru höfð svona til viðmiðunar en hagsmunaaðilar sem vilja allar breytingar gerist hægt eins og að fasa út jarðefnaeldsneyti að þeir hafa á einhvern hátt völd og hægja á í rauninni þeim breytingum eða sem hægt að ná fram með því að skrifa undir svona sameineðar sterkar yfirlýsingar og þessna saga COP-ráðstefnunnar oft þannig að þetta útvatnað og það eru sumar þjóðir sem taka ekki þátt og endanum verður ályktunin oft þannig að það verða engar skuldbindingar heldur svona ábendingar að minnka losun og eins og verið hefur á síðust árum að minnka losun svona eins og hvert land treystir sér til þess að gera markmiðum sjálft. Þannig á endanum sko samtakamátturinn kannski ekki endilega eins mikill eins og hann gæti verið. Nei, en ég held sko að margir eftir því sem að hlýnar og eftir því sem að vandræðin aukast þá held ég að mjög margir sko bara ef við tölum sérstaklega jarðefnaeldsneytið að margir líti þannig á að það sem að við getum þó gert sem einstaklingar það sé að huga því og og sko ég hef upplifað bara svona í mínum kunningjahópi svona ákveðin vonbrigði af niðurstöðuleysi þessara ráðstefnu að það verði ekki einhvern veginn svona meiri hvatar og menn sé ekki á skeiðklukkunni eins og þeir ætti að gera hvað var það sérstaklega að bruna CO2 þetta svona það sem að snertir hinn almenna mann hér á Íslandi að okkur hefur verið talin trú það að þessi orkuskipti þurfa að eiga sér stað sem fyrst
og nú finnst manni eins og svona svipuhöggin þau séu mildari og það eiginlega blóra við það sem að gerast í heiminum. Já, það mjög margt sem hefur breyst hvað þessa loftslagsumræðu varðar og það má til dæmis nefna eitt mjög skýrt dæmi að Alþjóða siglingamálastofnunin IMO hafði í febrúar á þessu ári samþykkt ákveðnar svona kröfur sem að áttu að gangi gegn í framtíðinni sem sögðu það að ef að skip á að fá leyfi til siglinga á alþjóða siglingaleiðum að þá þyrfti frá með árinu 2030 að eldsneyti að vera í ákveðið hlutfall af eldsneytistangnum þarf að vera umhverfisvænt og svo átti þetta að vaksa nýtt við með 2035 og svo 2040 og svo framvegis og þannig í febrúar og fyrstu mánuðina þar og eftir þá ætluðu þjóðir að samþykkja þetta og mikill hugur í fólki en þá komu hótanir frá Bandaríkjunum sem að voru þannig að þær þjóðir sem myndu samþykkja þetta þeim gert erfitt að sigla til Bandaríkjanna og þannig að þegar atkvæðagreiðslan átti þessi stað í október að þá var henni frestað þannig að það auðvitað erfitt að vera kannski pólitísku fulltrú og alltaf taka slægin við gagnvart svona hótunum en það sem ég skynja engu að síður að margir ályktuðu sem svo, já, þetta þá ekki bara fyrir bí, en það sem hefur gerst frá í október, þannig að þessar næstu 8 vikur sem eru frá því að þessari atkvæðagreiðslu var frestað, eru að stærstu skipafélög heims hafa bara haldið áfram að panta sér ný skip sem keyra á metanóli, grænu, umhverfisvænu eldsneyti. Þannig að þeir sem að vinna gangverkið eru að halda áfram í þessari umbreytingu óháð því hvort að samkomulag næst alþjóðlega óháð því hvort að ályktun á COP sé skrifuð mjög skýr og það svona ljósið í myrkrinu að jafnvel þó að COP-ráðstefnan sé haldin og sameiginleg yfirlýsing verði útvötnuð að þá þessu umbreyting að gerast enga síður bara vegna þess að fólk sem í viðskiptum við skipafélög, flugfélög og aðra slíka aðila bara að biðja breytingar og farið að taka upp síman og spurja ég ætla að flytja hérna mikið magn og getið þið verið grænir og það ljósið í myrkrinu og það er engin breyting af því hvað stórskipafélög eru að panta af metanólskipum þrátt fyrir kannski bakslag í orðalagi á COP þannig að má eiginlega segja að bara almenningur að taka völdin sem harmonerar við það sem þú varst að segja rétt áðan með að það eru bara áhyggjur hjá almenningi og fólki og þá fyrir fólk að breyta í þessa átt og framkalla þessa breytingar þó að alþjóðasamþykktir séu ekki til staðar. Maður skildi ætla að stjórnvöld hafi hér mikið að segja hvernig við breytum. Já, stjórnvöld hafa mjög mikil áhrif og stjórnvöld sem hafa þarna umhverfisráðherrann Jóhann Páll og ég var í rauninni mjög ánægður með þau skilaboð sem komu frá íslensku stjórnvöldum inn á þessa ráðstefnu. Þar var talað að þjóðir verði að fasa út jarðefnaeldsneyti. Það voru skýr og sterk skilaboð og íslensk stjórnvöld gerðu líka athugasemdir við hvað loka ályktunin var útvötnuð og að þar væri ekki minnst á ekki einu sinni bara jarðefnaeldsneyti yfir höfuð. Þannig að þó að niðurstaðan hafi verið rýr að þá samt tilgangur að halda COP og mæta og vera með alla yfirlýsingar í orðum því að það heldur svona fólki við efnið. Bæði almenningur sér fyrirtæki bara efnahagslíf heimsins sér að þessi umræða ennþá til staðar. Það ennþá verið að ýta á þetta þó að þjóðum heims takist ekki að koma sér saman eitthvað. Ég hugsa stundum það það eiginlega óvinnandi vegur að
láta þjóðir heims koma saman og semjum eitthvað sem tengist svona mikið sko efnahagsmálum, peningamálum, fjárfestingum og breytingum á svona grunn þáttum gangverks þjóðana og þess vegna hef ég stundum velti fyrir mér hvort að þær þjóðir, segjum kannski bara þriðjungur af þjóðum á COP sem að eru tilbúnar að skrifa undir sterka yfirlýsingu að útfasa jarðefnaeldsneyti. Þær ættu bara að skrifa undir það og svo bara listi hvaða þjóðir eru tilbúna til þess og svo eru það einhverja aðra þjóðir sem skrifa undir eitthvað annað. Það væri allavega skárra heldur en að finna þennan lægsta samnefnara. Hvað eru allir tilbúnir að skrifa undir vegna þess að það verður oft ekki til mikils gagns. Nei, sko það kviknaði í ráðstefnunni í eiginlegri merkingu og maður sá strax á internetinu bæði innanlands og utan líkingar að þetta væri ágætt því það væri í rauninni að kvikna í heiminum okkar sko og ég nefndi hérna unga fólkið áðan ég sá einhverjum stað að lofslagskvíði eykur hættuna á að ungt fólk neyti fíkniefna og það skil ég vel. Ég tengi það til dæmis bara við hérna ákveðin lífstíl sem að við í menntaskóla lifðum á 9. áratug síðustu aldar að okkur fannst að það væri ekkit víst að yrði neinn framtíð. Það kemur bara kjarnorkubomba og hún myndi bara eyða allri veröldinni og því þá ekki bara djamma í kvöld og hérna láta eins og það yrði engin morgundagur. En það sem áhugavert líka í þessu samhengi að sko þegar við lesum svona fréttir loftslagskvíða unga fólksins sem getur leitt til skaðlegrar breytni eins og að neyta fíkniefna þá erum við að færa ábyrgðina kannski svolítið og fókusin yfir á einstaklingana þegar það eru jú ekki einstaklingarnir sem að hafa mikið að segja þessa þróun. Við erum náttúrulega, við eigum við rosaleg korporísk kerfi sem að eru langstærstu aðilarnir að kemur að þessari mengun og þarna náttúrulega skiptir samband fjármuna og stjórnmála mjög miklu máli og hérna en svona bara í ljósi þess að margir lýsa vonbrigðum miðað við þá ögurstund sem að menn hafa talið að væru uppi og svona ekki viðbúið að sko fólk missi bara svolítið móðinn því að hérna það eru svo margar framtíðar sviðsmyndir sem varpað upp sem að gætu þýtt svo mikil vandræði sérstaklega fyrir unga fólkið okkar að það er bara pínulítið erfitt að vera til fyrir ungt fólk. Já, þú tókst gott dæmi áðan sko þegar þú varst í menntaskóla og ég tengi við það líka að það var mikið talað ógnina af hérna kjarnorkusprengjum og þá var svolítið þetta sko verður nokkuð framtíð því að það verði einhver lönd sem munu senda kjarnorkusprengjur í allar áttir. Svo rættist það ekki sem betur fer og ég hef ennþá alveg fulla trú að það verði með einhverjum hægt að vinna gegn breytingum á loftslagi þó að við séum komin á þann stað að það verður ekki hægt að losna við allar afleiðingar vegna þess að sumar afleiðingar eru bara óumflýjanlegar að því að við erum komin nánast bara nú þegar að þessu markmiði sem átti að vera góðugt markmið fyrir mörgum árum að hækka ekki meðaltals hitastig jarðarinnar meir en 1,5 gráðu, það er bara rétt undir því og það er ekki hægt að koma í veg fyrir það. 2 gráður er bara mjög bjartsýnt markmið núna, þannig ég skil alveg áhyggjur vegna þess að þetta er búið að vera umræða í sko 10-15 ár, mjög hörð umræða og fólk upplifir það að það hefði næstu ekki neitt gert, en ég held að núna séum við komin inn í tíma þar sem að bara ríkisstjórnir hvers land fyrir sig bæði lítilla og stóra ríkja munu taka stærri skref en við höfum séð áður. COP í ár og COP ráðstefnur fyrir ára hafa sýnt það að svona sameiginlegt átak heimsins er bara vettfangur fyrir það að dempa sameiginlegt átak vegna þess að það er alltaf einhverju hagsmunir sem geta komið og ég hugsa að eftir þessa COP ráðstefnu þá verði margar ríkisstjórnir einfallega
muni gangi þá átt að hugsa, hvað getum við gert hér og nú til þess að fasa út jarðefnaeldsneyti, vegna þess að þar liggur í rauninni bara aðal vandinn. 75-80% af vandanum bara þetta eina efni, jarðefnaeldsneyti. Og það eru bara 2 leiðir til þess að leysa það vandamál, og það annars að minnka losun. En það, og ég hvet til þess að það veri gert eins mikið og hægt en ef við ætlum að leysa í rauninni loftslagsvandan bara með því að minnka losun, að þá mun það gerast mjög hægt, því að CO2 sem nú þegar í andrúmslofti 100 til 200 ára að þynnast út, þannig að núverandi ástand sem að við myndum skrúa fyrir næstu alla losun, núverandi ástand verður svolítið lengi áfram. Og þetta annað með metanið og þannig sem líka loftslags sem hefur áhrif á breytingar og loftslagi, en það þynnist út kannski á 15 árum. Þannig að þess vegna CO2 svona þetta áhrifamesta efni. En ég held að við eigum eftir að sjá bara ríkisstjórnir margra landa taka stór skref og þetta að ná svona sameiginlegu markmiði margra landa, það og alls heimsins, það sé ekki leiðin sem að hægt að stóla á mikið í framtíðinu. Við til dæmis hér á Íslandi getum gert mjög mikið í því að fasa út jarðefnaeldsneyti, og einn aðal þátturinn í því sem að gerir Íslandi það kleift að hraða á útfösun jarðefnaeldsneytis bara svo staðreynd að hér mikið af stóriðu, vegna þess að stóriðan losar mikið CO2 og við gætum fangað það, þannig að mengun losun stóriðjunar fari ekki lengur út í andrúmsloftið. Það viðskipta hugmynd ykkar. Já, það eitt af því sem að Carbon Iceland og fleiri aðilar út allan heim að reyna að vinna að. Og bara tækni sem til staðar og í rauninni hefur verið nýtt á öðrum sviðum í yfir 80 ár. Þannig að af því að í rauninni losun stóriðunnar frekar mikið hlutfallslega hér með bara mannfjölda og mannfjöldi ræður því hvað mikið notað af jarðefnaeldsneyti. Sem gerur okkur að mestu umhverfissóðum heims. Það engin þjóð sem losar meira á haus en við. Já, og það ástæða og menn hafa talað um þetta sem stóran galla, en í þessu líka mikið tækifæri að ef við þá byrjum að fanga þessa losun sem mikil, að þá getum við hraðar en aðra þjóðir umbreytt þessari losun í umhverfisvænt eldsneyti og fasað jarðefnaeldsneyti út hraðar heldur en flestar aðra þjóðir í heiminum. Og það einhverjar 2 eða 3 þjóðir sem búin að fá viðurkenningu á því að þær séu svona það sem kallast net zero. Og það litla þjóður eins og Bútan og svona sem ekki mjög svona vestrænar í siðum og háttum, en við gætum verið kannski þjóð númer 4 eða 5 í röðinni að minnka nær algjörlega jarðefnaeldsneyti, en þá þarf ríkisstjórn að taka svolítið skýrar ákvarðanir í þá átt, og ég hef alveg heyrt ráðamenn hér á landi tala í þá átt og það lofar mjög góðu, en ég skil vel að fólk hafi ekki mikið traust vegna þess að það svolítið löng saga alveg frá 2010 þegar ríkisstjórnin þá sögðu, já, nú ætlum við að setja kolefnisgjald á og reyna að nýta það til góðra verka, gera Ísland grænna, og svo bara búið innheimta þetta kolefnisgjald, og það búið innheimta held ég frá 2010 næstu í tæpa 70 milljarða í rauninni bara af þeim sem að kaupa jarðefnaeldsneyti, og þeir hafa bara farið í stóru hítina bara að borga skatta sem sagt. Og afsakið. Ekkert mál, þetta gerist oft við rauðaborðið. Já, þannig að Íslendingar eru pínlítið óþolinmóðir hvað það var. Það búin að sjá mörg dæmi þar sem að skattar hafi verið settir á til þess að hraða á grænumálunum, en svo hefur ekkert verið hraðað, en skattar hafi verið settir á. Og enn stærra dæmi í rauninni ETS-gjöldin sem að stóriðan alþjóðasiglinga félögin hér eins og Eimskip greiða marga milljarða,
Og það stendur í ETS reglugerðinni, við ætlum að innheimta auka gjöld fyrir ykkur sem ætla að nota hreint jarðefnaeldsneyti og stóriðjan og skipafélögin hafa greitt þetta og eru enn að spurja, já en hvar þá, það stendur í ETS reglugerðinni, þjóðir fá þessa peninga tilbaka, þannig að það sem að ETS fyrirtækin hér, stóriðjan og skipafélög og fleiri, hafa greitt úr sínum sjóðum á að fara til ríkisins og ríkið á að nota það allt til þess að hraða á uppbyggingu þess að sé hægt að fasa út jarðefnaeldsneyti. En það hefur bara ekki verið gert. Nei. Ég hef heyrt samt að það meiri von núna með þeim stjórnvöldum sem að sitja nú, að ég hef heyrt eins og umhverfisráðherra tala í þá veru að það sé stefnt að því og þannig að það gefur von en þá þurfum við að sjá alveg á næstu vikum og í síðasta lagi byrjun næsta árs, þá þurfum við að sjá skýr dæmi það og það var mjög ánægilegt að sjá í nýri stefnu sem umhverfisráðherra gaf út núna fyrir 2 mánuðum í haust þegar hann sagði að sérstök áhersla verði lögð á því að fanga losun frá stórum mengunar aðilum á Íslandi og það fyrsta skrefið. Og fyrst að þetta komið í opinbera stefnu sem var birt á vef í stjórnartíðindum að þá strax sem sagt von það. En það var haustfundur Landsvirkjunar á dögunum og einhver orðræðu greindi fundinn, hvort það var Stefán Jón Hafstein bara, og hann sagði að orðið loftslagsmál kom aldrei fyrir. Og gott ef að hitt orðið sem kom aldrei fyrir, það var umhverfismál og ég held að séu ansi margir sem upplifa það núna bæði innanlands og ekki síst utan þá sé bara algjört andvara leysi klukkan TV við vitum að það sem skóp það sem ég vil kalla bakslag á sínum tíma var COVID, alheimsfaraldurinn, það var vakning umhverfismála í gangi undir til dæmis leiðsögn Gretu Thunberg og fleiri og við eigum nú ung börn og við heyrum nú, kannski ekki svo ung en við eigum börn, ungt fólk sem að þú kannast við það að þau eru með svona allt í róttækara hugmyndir hvað við þurfum að gera og svo kemur þessi alheimsfaraldur og þetta svona sefur aðeins þessi málaflokkur maður hélt að hann kannski tekin aftur upp af krafti en sko núna finnst mér bara svo ég orðið mína persónulega skoðun mér finnst bara að við séum í ákveðinni afneitun við séum bara að reyna að horfa framhjá þessu það talað stríðsóknir í heiminum og við þurfum að setja peninga í varnir og eitthvað svona og bara minna til loftslagsmála og minnst þetta bara að gefa á eftir á öllum sviðum á sama tíma og dæmin, raunverulega empirísk dæmi æpa á okkur það sem vísindamennir hafa sagt að muni gerast það mun að öllum líkindum gerast Alveg rétt. Ég held að þetta sé alveg áhugjefni og sérstaklega þessi orðræða að nú svo mikil óöld í heiminum að nú þurfum við bara að setja alla peninga í varnarmál og kaupa vopn og ég skil alveg þá umræðu vegna þess að það þarf að kveða niður þá sem að eru upphafsaðilar þessar ofbeldisöldu sem að ríður yfir heiminn en að tengja það við og þess vegna ætlum við ekki að setja neitt í loftslagsmál. Ég trú ekki að það verði veruleikinn vegna þess að almenningu bara víðum heim mun krefjast þess engu að síður og þetta líka svona hálfgerð rökleys að segja ef að heimilistekjur minnka um 30% þá fær bara þetta barn að borða. Þetta einhvern veginn svona Excel-niðurstaða. En þó Excel sé frábært verkfæri þá gengur stundum Excel-niðurstaðan ekki upp og verður ekki framkvæmt bara vegna þess að það kemur eitthvað annað sem að, og ég held að það verði líka á þessu sviði að þó að þessi umræða sé, þá erum við bara að horfa á það alvarlegar afleiðingar og ungt fólk sem að sér hættuna og þá áttur að lifa kannski 70-80 ári í heiminum
að það vill breytingar og það mun ýta á breytingar og ég er alveg samfærður við eftir að sjá mörg dæmi eins og til dæmis bara forstjóri flugfélagsins KLM sem sagði við þurfum ekkert lengur að horfa á einhverja standarda hvað ríkisstjórnir skip okkur að nota mikið af umhverfisvænu eldsneyti vegna þess að fólk er bara komið langt á undan öllum stöðlum og bara heimtar þetta. Þannig að almenningur er farin að biðja þetta og ungt fólk verður þar í farabrotti að segja ég ætla ekki að fljúga með þessu, ég ætla ekki að senda vörunar mínar með þessu skipi eða nema að þeir séu að færa sig í rétta átt umhverfislega sig. Ég held að það verði stóri drifkraftur í þessu á næstu 5 árum og verði miklu meiri drifkraftur heldur en COP-ráðstefnunnar. Þó að þær séu alveg mikilvæga líka til þess að halda samtalinu áfram þó að loka ályktanir verði útvatnaðar. Svo er náttúrulega ekki spurt sanngirni í þessum efnum. Sum okkar leggja mikið á sig til þess að bregðast ábyrgt við hjóla í vinnuna, ganga í vinnuna, flokka ruslið með sómasamlegum hætti og svo framvegis á meðan aðrir eru ekki gera neitt. Og það er alltaf vandinn sjá við fyrir okkur framtíð þar sem við höfum látið af okkar forréttindum, þessar vestrænu ríku þjóðir. Að maður svona sjálfur finnur hræsnina í eigin haus stundum. Maður talar innblásin og hvað þurfa að gera og svo kannski nennir maður ekkert sjálfur að gera nema hluta þess sem að þyrfti að gera til þess að breyta hegðun. Hvað varðar losunina? Þá það er að minnka losun, fangalósun eða fargalósun. Er ekki þessir 3 kostir? Fangalósun, minkalósun, fangalósun, fargalósun, jú, það má alveg segja það. En hérna, ef við ætluðum að taka drastísk skref í að minnka losun og á þess að kannski tæknin sé alveg búin að höndla hitt, þá liggur alveg fyrir að okkar lífstíl myndi taka miklum breytingum. Ég segi stundum að ef við ætlum að leysa loftslagsmálin með því að draga úr losun, þá erum við að taka upp 18. aldar lifnaðarhætti. 18. aldar lifnaðarhætti? Já, það sem að vera bara kvóti, sér hver kennitala hefur heimild til þess að hoppa upp í flugvél einu sinni á 5 ára fresti og eitthvað svona og hérna reyna að nota eins og var fyrir nokkur 100 árum, jarðefni að byggja hús og hérna það er enginn sem mun samþykkja að fara í þá átt. Við erum við eigum auðvitað að reyna að draga losun eins og hægt en svo ábyrgð á ekki að leggjast miðjan þar á ekki að leggjast á einstaklinga heldur fyrst og fremst stóra mengunaraðila allan heim. Þar á þetta að liggja. Og ég hef þá trú á því að þó að sumar þjóðir Bandaríkin og hérna Kína og fleiri þjóðir segi nei, við erum ekki tilbúin til þess að gera neitt, þá er svo rosalega mikið að gerast hvað lausnir varðar, tæknilausnir og það eru í rauninni komnar lausnir sem bara heimila það að leyfa það tæknilega að framleiða jarðefnaeldsneyti á sem hægt er að nota í staði fyrir sem sagt grænt umhverfisvænt eldsneyti að framleiða það eins og rafeldsneyti sem hægt er að nota í staði fyrir jarðefnaeldsneyti og fyrstu framleiðslu línur hér og þar í heiminum. Þetta er að gerast í öllum heimsálfum og í flestum löndum og mörg hundruð svona verkefni í gangi hér og þar heiminn og þegar þetta verður orðið svona komið aðeins lengra, orðið reglulegra og fólk fer að sjá tanka og skip og flugvélar hér er aðeins notað umhverfisvænt eldsneyti að þá verður risabylgja og fólk segir þetta er komið og segir kannski með einhvern annan aðila, einhvern skipaðila sem er hægur í þessari þróun. Ég er búin að sjá þetta á 3-4 stöðum og þú getur alveg skert þetta líka. Nú er þetta bara komið og ég ætlast til þess að allir aðilar gera þetta. Það verður svona bylgja, allt í einu bara og hérna maður heyri stundum í umræðinu já en þetta umhverfisvæna eldsneyti það er aðeins dýrara en þetta venjulega. Já, það er það kannski eitthvað til að byrja með en við getum tekið bæði þegar Henry Ford framleiddi fyrsta
T-Fordin eða þegar Elon Musk framleiti fyrsta Teslan með öllum þróunarkostnaði kostaði 1,3 billjónir dollara og svo hefur hún lækkað niður í að þetta með ódýrustu bílum og það bara það sem maður sér alltaf og ef að umhverfisvænt eldsneyti kannski 20% dýrar í dag þegar verið að byrja á þessari bylgju í heiminum þá hef ég sko ekki nokkrar áhyggjur af því annað en að þetta verði bara á sama verði eins og jarðefnaeldsneyti Þú hefur kannski ákveðna hagsmuni að því að tala með þeim hætti sem þú gerir af því þið eruð að vinna með tæknilausnir hjá Carbon Iceland en þú tekur fyrst og fremst þátt í svona umræðu bara sem upplýstur Íslendingur á miðjum aldri. Já, mínir hagsmunir eru bara fyrst og fremst að það verði hægt að gera eitthvað í þessu út frá bara jafnvægi jarðarinnar, bara jafnvægi veðurkerfa út frá því að jörðinni líði vel og hér verði sem minnst og helst engar breytingar á búsetu skilyrðum. Það eru bara fyrst og fremst mínir hagsmunir og ef að vel gengur þá náttúrulega heldur Carbon Iceland verkefnið áfram og það eru alveg skýrt teikn það en einhverjir hagsmunir þar sem varða mín laun eða ábata ég get bara farið að gera eitthvað allt annað þannig að það er ekki eitthvað lykilatriði fyrir mig að þeir hagsmunir rætist fyrir mig en það eru lykilhagsmunir fyrir mig að hagsmunir fyrir hand jarðarinnar og loftslagsbreytinga að þeir gangi, ég geti farið að gera eitthvað annað en Carbon Iceland, ég get ekki fundin eina aðra jörð til að búa. Það er líka aðal hagsmunir mínir. Já. En það horfir ágætlega hjá okkur, er það ekki? Það er hafa ekki verið einhver jákvæð skref? Jú, það er bara mjög jákvæð teikn á lofti og ég hef farið víða erlendis og talað þessa lausn og þá hef ég stundum hugsað það að það er best að koma þessum skilaboðum á framfæri með því að tala með mjög einföldum hætti, hætta að tala sem verkfræðingur, hætta að tala mjög tæknilega og hef svona síðasta ár verið víða erlendis og talað út frá svona þessum orðum það þarf að loka strompum heimsins. Það er það sem þarf að gerast vegna þess að þessi stóru iðnaðarstrompar heimsins eru kjarninn á þessu vandamáli og við þurfum að loka þeim þannig að engin losun fari framar úr þeim og einhver spyrja hvernig ætlar að gera það. Það er bara til skýrar tæknilausnir með það og það bara farið þetta verkefni. Sérðu fyrir bara heiðarlegt svar ánægulega framtíð barnanna? Já, það verða þetta einhver áföll og það er ekki beinn og breiður vegur framundan en almenningur að mestu leyti komin svo sterkt á þá skoðun að ég held að við séum komin alveg eins og sagt við erum komin á einhverja braut þannig að verður ekki hægt að þetta sem kallast á ensku afsækislettuna point of no return við erum komin þangað í mjög hröðum breytingum, loftslagsbreytingum en við erum líka komin með samskonar punktar sem verður ekki hægt að fara tilbaka hvað varðar bara baráttu anda og skoðanir almennings sem munum krefjast þess að fara í þessa átt. Og færir okkur von á þessu skammdegiskvöldi á mánudegi í nóvember. Mikla von. Kæra þakkir, megirðu reynast samspár Hallgrímur Óskarsson, búið að vera fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig. Gangiði vel. Takk sömuleiðis. Já, og áfram veginn, kæru hlustendur og áhorfendur, við verðum hér með nýjan kafla eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, herðu hingað komin góðu gestur, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur, þú varst nú sjúkrahúsprestur í langa tíð. Jú. En ert núna forstöðumaður sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Rétt.
Herðu, þú komst hérna fyrir ári síðan að þá... Ég held að nái varla ári. Það nái varla ári. Að þá varstu hérna að senda frá þau bókina Hver vegur að heiman er vegur heim. Jú. Og nú kemur við með, getum við sagt að þessi framhald, sárgræða sár? Já, þetta er svona óbeint framhald. Þetta er svona verkefni sem ég er með í hugunum og ef Guð lofar þá verða þær 3 í lokin. Já. Þarna er ég að halda áfram að velta þessum viðfangsefnum fyrir okkur, sorginu og áföllunum og að þarna ávarpa ég í seinni bókinni Sérkindurnar beint meðan ég svona fyrir bókinni var að fjalla svona okkar innri vinnu og sögur okkar og svo líka var ég náttúrulega svolítið að segja frá ýmsum reynslum sem hafa kennt manni mikið, fólki, því fólk er alltaf að kenna manni. En í seinni bókinni fer ég og fjalla meira svona ávarpa ég sérkindu beint og einstaklingana og ég nálgast að sorgina og áföllum út frá einstaklingum, fjölskyldum, hvað gerist í fjölskyldum og svo líka samfélagi, hvernig áföll og sorgir búa í samfélagsgerðinni og fara á milli kynslóða og aðeins leyfi mér að segja frá því að því þú ert nú svo félagslega þengjandi, sögulega og félagslega þengjandi, ég segi svona velti fyrir mér áfallasögu þjóðarinnar, hvort hún er að hafa áhrif á okkur en þetta er í dag, sem hún er að gera. Já, og ég velti líka fyrir mér svona eins og stórum hugtökum, hvað þýðir orðið þakklæti, hamingja, friður, ró. Sem allt eru góð tæki til að nota til þess að hafa einhverja sálarheill. Já, og vonandi endastaður okkar allra. Varðandi hérna áföll sem erfast, þjóðar áföll, þá var ég einu sem hérna með viðmælanda sem að sagði að það veri óuppgjert svona áfall hérna sem að kæmi eiginlega bara úr vistabandinu, að hversu stór hluti þjóðarinnar bjó eiginlega við svona erfið, óbærileg kjör, mikið ófrelsi og annað slíkt. Og var eiginlega að segja að við ættum eiginlega sem þjóð að reyna að vinna úr þessu. Já, mér finnst þetta nú skemmtilegt umræðefni, sko. Ég kem inn á í þessari bók, sko, hvernig í notanar þetta er ekki orðið vistarband, en ég tala sko, kúgun á einstaklingum og segi mitt sögurna af manni sem átti forföðu sem var hérna dæmdur á Bremarholm. Og sá maður sem ég kynntist óvænt í Bandaríkjunum á leikvelli með dóttur minni þar sem hann var með fjölskyldunafni Bremarholm sem forfeður hans hafi tekið upp sem til háðungar reynslu sína en ég stilli okkur tek þarna dæmi á einu staði í bókinu þegar við stöndum við Drekkingarhyl hvað gerist í þjóðarsálinni og ég hef haft hann stíl í þessum bókum að setja alltaf spurningar inn í textana sem og ég spyr hver er þjóðarsálin, hvernig finnurðu fyrir henni í sjálfu þér. Ég segi mitt sögu sem er ekkert langt aftur í tíma, við erum fara bara stutt eftir aldamótin þar síðustu að það sem ég segi náttúrulega bara sögu bræðra sem heimilið sundrast við móðurmissi sko og þeir verða síðan miklu mekta menn í íslensku samfélagi en þetta er bakgrunnurinn að vera sundrað sem lítil börn og sumir að þeim lendi miklu harraði í sinni vist sko. Ég er alveg klárað á því að þetta býr í þjóðsælinn okkar og það verður alveg átt sér alveg hellingsumræða þetta í svona fræðaheimum eins og í Þýskalandi, hvernig býr styrjöldin í kynslóðunum. Þetta fer ákveðin hegðunarmynstur á milli kynslóða en ég ætla spurningi hvort það fari ekki eitthvað miklu dýpra og meira. Sko. Hvernig getur maður vita það? Þú talar hvernig þjóðarsálinn býr í okkar eigin sál. Já. Ætti maður þá að þekkja sögu sína til þess að geta greint í eigin sálarlífi hvort að þar væri ykkur sameiginleg áföll sem að mótuðu afstöðu mína eða viðbrögð við einhverju setti mig í varnarstöðu þegar ég ætti ekki að vera eða hvað Góð greining hjá þau sko já ég meina það er allan að mér finnst allan að ákveð heilunarferðlíði fyrir okkur að við séum svolítið læs á það hvaðan við erum að koma og maður rekst stundum á stóra áföll. Ég hef alveg rekist á Vestmannaeyjagosi sem dæmi að því hugurinn, og ég segi náttúrulega frá því báðum bókum hvernig hugurinn virkar, að þegar verður áfall í núi þá fer hugurinn alltaf í gamla áfallin og allt í einu birtist áhrif Vestmannaeyjagosins þar sem heimili eru yfirgefin og það þarf að hefja nýtt líf sko, þetta er þarna og ég hef alveg heyrt
eftir sem áföllin, sko, þetta svo áhugavert efni, eftir sem áföllin fá minni samfélagslega viðurkenningu þeim erfæri fyrir einstaklinga að vinna úr þeim. Alveg svo bara konur lengi vel sátu einar uppi með reynsluna eiga andana börn eða langgengan einstaklinga og svo var það missir og það gátt ekki talað þetta, skilurðu. Eða bara minning af sjómanni segja mig frá því, hann lenti í þvílíkri baráttu hérna á miðunum og það var barist upp á líf og dauða að koma skipinu í var, sko. Hann sagði, við töluðum aldrei þetta og ég varð alltaf þögullir í hitti gömlu skipsfélagana, skilurðu. Og fyrirgeðu og bara og hérna og hvernig fólk hefur lýst, sko, áfallasögu á mannavöldum, svo einhver gömul kona sagði við mig, það var ekki alltaf rómantík í baðstofunni. Þetta er rosa sterk setning og þetta veit ég hvað hann var að segja og þú líka. Það væri betra hefði verið meira þetta sagt til þess að hennar áfall eða hennar sorg og hennar úrvinnsla hefði svona breiðari grunn að byggja á sína úrvinnslu. Já, og það er að segja... Það er ekki gott fyrir samfélag að vera með svona, ég veit hvað þú meinar á þess að við ræðum það kannski. Við sammála því og þá getum við bara farið eftir inn í fjölskylduna. Það er fjölskyldur sem gengur best að vinna úr sínum áföllum. Eru þær sem ekki stunda hugsanleðslu, það sem er á opið samtal og ég falla heilmikið það sem við hjálpum fólki að tala upp átt saman og fólk sé ekki að lesa stöðut hugsanir eða gefa sér eitthvað. Og eins með einstaklingin, hann geti haft rödd í lífinu sinu, þetta er mín reynsla. Þú nefndir Vestmannaeyjagosið og þetta orðuðu úrvinnslu, eða ég veit ekki hvað orða, að ég var að vitna í viðmælendur mína hérna, þá var ég eins og að tala við mann hér sem var að fjölskyldu sem hafði flúið gosið, en ekki flutt tilbaka. Já. Og þegar hann var að segja frá þeirri sögu, þá kemur í hans frásögn að hann bara strandar. Hann kemst ekki lengra og bara tárast og grætur inn í sér vegna þess að það hafði ekki verið í hans fjölskyldu unnið úr þessu. Eitthvað svona upplifun það að þau hefðu eiginlega svikið Vestmannaeyjar með því að koma ekki. Já. Og við þekkjum öll hetjusögu Vestmannaeyja, það eru þeir sem að fóru og komu tilbaka, en kannski alltaf ekki fjórðungur eða ég vil meira, þriðjungur sem kom ekki tilbaka, hann á sér enga sögu og það var svo áhugavert þegar ég var að tala við mannin að ég bara, það sem þú varst að lýsa núna áðan, að það var bara fyrir fram að mig að hann hafði eiginlega enga möguleika til úrvinnslu á einhverju sorg í samblandi við skömm og einhverja svona óvissu foreldra sína og eitthvað fleira vegna þess að við höfum bara aldrei rætt þetta. Já, og maður sér hvað þetta er rosalega mikilvægt ég svo að sammála hverju orði sem við segjum. Ég hef kynnst alveg útlendingu sem hafa verið þáttakendur á vígvöllum og hernaði sem búa í Íslandi. Þeir segja hvað er alveg algjörlega og eðlilega ómögulegt að vinna með þessa reynslu í okkar samhengi því við eigum ekki þennan reynslu heim. En við eigum náttúruhörmungarnar og allt það. Mér finnst þetta áhugavert. Ég hef stundum hugsað og ég er engin sérfræðingur í því, ég bara hef leitt hugana því, ég hef stundum hugsað íslensku sjómuna sem sigldu á stríðsárunum. Ég sé að Norðmenni hafa verið svolítið að fjalla þetta núna undanfarið, segja frá skipalestunum og hvað þessi menn voru að horfa upp á og lenda í. Þetta hefur örugglega hvílt mikið á fólki. Og þessi yfirvofandi ógn. Já, sjá hann allt, eins og einhver sagði, sigla framhjá sökkvandi skipum og drukknandi mönnum. Sko. Og vitandi það komu ekki allir af okkur, komu ekki allir heim, þannig að því oftar sem þú ferða því aukast líkurnar á því að þú komist ekki tilbaka. Hlýtur að vera, en það var mannfallið gríðarlegt. Sko. Eins og Íslendingar svo sem vita, það var hlutfallslega herra heldur en mannfall Bandaríkjamanna í... Já. Svo náttúrulega, svo maður gerist nú svona svolítið djarfur, það er náttúrulega verður síðan risastórt samfélagslegt áfall sem mér veist alveg áhugavert að setja spurningamerki við hvort að við höfum sem búin að vinna úr, en það er náttúrulega hrunið og það er náttúrulega stutt síðan það er náttúrulega áfall. Það sem, hvað segir maður á íslensku, það sem svona merkingarheimur fólks svolítið fer alveg á skjön, sko, öryggiskerfi og annað slíkt. Það er líka hópur sem er svipað og vestmenningandi sem ekki snýr tilbaka sem eiga raunverulega ekki sína sögu því að sagan hrunið var að við fengum hrunið og við rísum upp aftur út af Eyjafjallajökli og ferðamannabólunni en það eru kannski
10.000, 20.000 fjölskyldur sem að mistu eignir sínar og hafa síðan ekki getað eignast stór hluti af þeim og ekki börnin þeirra heldur. Þannig að í fjölskyldusögu margra hrunið sko miklu raunverulegra og alvarlegri atburður heldur en við látum í veðri vaka í sko samtal okkar hrunið. Já, ég meina ég hef oft talað við einstaklinga sem segist að hafa mist heilsuna sína á þessum tímamótum. Þá er ég talað líkamlegu heilsuna sína. Og sjálfsagt margir andlegu heilsuna líka því að þjáningin leiðir nú oft fólk í mikil öngstræti sko. En þú talsmaður þess að við ræðum opinskátt áföllin okkar. Það er ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur erum við að búa til svona einhvern vefnað fyrir aðra til þess að bera sína áföll saman við okkar. Klárlega og ég er alltaf með þetta mótil í hugun, áföll einstaklings, fjölskyldu og samfélagsúrvinnsla. Hún þríþætt. Þannig þú tekur ekki þátt í því þegar fólk kemur fram og að segja sína harmsögu að það sé að flagga sinni sögu og þeirra saga getur oft verið mjög heilandi fyrir okkur hin. Þessi stærsta gjöfin sem hættir að gefa. Hún heitir, við vorum að spjalla hana saman í kaffi áðan og þú varst að þess að filosófera með titilin Sárgræða sár. Það þýðir náttúrulega þetta er akkur það sem þú ert að segja, að reynsla annara getur verið mikil heilun fyrir reynslu mína. Og nefnir þetta að gera það vel og illa skilur en með réttum formerkjum þá er það alveg gríðarlega mikil von í það er von í annari manneski fyrir fólk og fyrir bókin heitir Hver vegur að heiman er vegur heim Snorri Hjartarson, það þýðir það að maður þarf oft að fara í dálítið djúpa sjálfsvinnu og sjálfskoðun til að komast heim í sjálfan sig. En maður getur líka speglað sig í öðrum og kannski skilið sjálfan sig betur í sögu annarra. Sárgræða sár. Já, maður getur líka fyrirgefið sjálfan sér með því að maður átt að segja á því að maður er að fyrirgefa öðrum það sama maður sjálfur hafði gert. Bara frábært og náttúrulega því að maður ég er kristinn þá náttúrulega er tákmynd krossins náttúrulega þessi sárgræða sár. Herðu, hérna skrifaru til þeirra sem eru að syrkja eða að glíma við einhvern vanda. Já. Ég var að velta því fyrir mér sko, nú er það bók og texti og þú hefur náttúrulega mikla reynslu af samtölu við fólk á mjög erfiðum stundum í lífinu. Já. Og það er svona kannski að því við sitjum hérna og erum að tala saman, við gætum verið að tala saman á Zoomi eða við gætum verið að skrifast á og þannig ég er að velta fyrir mér Ég kann betur við að vera með þér í holdi. Já, ég sé, það er það sem ég er eiginlega að koma að það er hérna það sem ég sitt einn heima og les þetta og þetta hitti mig einhver leiti að þá var það með öðrum hætti heldur en ef ég var að koma til þín. Já. Getur það því að þú hefur reynslu af hvort það ekki, getur þú útskýrt fyrir mér í hverju þessi munur er? Já, sko, ég vil náttúrulega meina það að Aðeins þess að ég gera lítið og ég fólk lesa bókina, alls ekki. Já, alls ekki. Ég svona skrif sem er náttúrulega byggð upp með mikið af spurningum og hugleiðingum hún er kannski eitthvað til að grípa í og hún er til hugleiðinga en hún er til að líka ég tala alltaf heilmikið við fagfólk í þessari bók eða fólk sem, þá er ekki að tala um einhver fólk með einhver ákveðin próf heldur fólk sem er að styðja og líka bara fjölskyldur eða verða áföll, vinahópa og annað slíkt þannig að en samtalið er náttúrulega í holdi eins og við erum í núna það er náttúrulega, þar verður til nátraust og miklu dýpri virðing heldur en við getum nokkuð til að ná að skapa með bók og bókin getur lifað með manni og stundum á maður athygli í bókina og stundum á maður enga athygli í bókina syrgjendur til þess að berjast oft við mikilinn skort á athygli sko. Það er bara afleiðing, tímabundin afleiðing þannig fólk er yfirleitt ekkert að lesa mjög mikið svona fyrstu stigum sko. En samtalið og nándin er náttúrulega það sem heilun á sér stað. Þannig að þetta er svona eins og nótur. Þetta er íhugun og ígrundun. En ef þú ert að tala við viðkomandi mannesku, það er músíkin. Já, það er bara flott mynd hjá þér.
og ég meina þegar ég set hér á móti þér þá skynja ég mannesku sögu og dýpt og ákveðin ég finn fyrir þér og þú finnur fyrir mér. Þannig upplifi ég. Ég hef notað bækur í svona leit af alls konar hugmyndum, ég er alls ekki gera lítið úr bókinni, því að þú er bara svo mikla reynslu af samtölum og þegar þú tala að sár græða sár, að það gerist svona meira afli þegar fólk er í nálægð. Já. Og svo náttúrulega á ég ákveðna heimsmynd að því eins og ég sagði áðan að ég er trúaður og fyrir mér er samtalt einstaklingan í nánd og traust alveg heilagur staður þar sem verður, og því heilagt merkir trúnaður. Að maður er séður og heyrður og þá er ég líka farin að sjá þetta út frá Guð og æðri mætti, skilur. Þá er ég ekki að tala að ég tali sem Guð eða þú, en það er orðin einhver heilegu stund þarna það sem sál mætir sál, sko. Það sem að tveir koma saman í mínu nafni. Já. Þar er ég, er það ekki sagt einhvers staðar? Jú, hann segir það. Og ég trúi því. Já. Á þess að maður sé að trúa því yfir annað fólk. Já. Þú starfsæfið þín hefur snúist sorg og áföll. Já. Og þú ert að skrifa og átt eftir að skrifa meira. Já. Getum við verið of fókusiruð á áföll og sorg? Þú verður ægilega aðeins að útskýra, ég held ég viti hvert þú ert að fara, en ég myndi gjarna vilja að þú myndir að útskýra aðeins betur. Já, við getum sagt þess að í staði þú talar áföll þjóðar og fleira. Já. Og ættarsögunni við erum að sömu þjóð, þannig að nóg er áföllið þar. Já, við erum í ættarsögunni minni, þú varst að nefna upplöstu systkinahóps og það var í systkinahóp mömmu minnar. Það er nú ekki fjær mér þá móðurinnar dó að barnsförum þegar hún var 2 ára og þá var 10-11 barna hópur leystur upp. Ég ólst upp í fátækt við alkohólisma og ég hef endalaust af áföllum til að vinna úr. Já. Og myndi ekki endast ævin. Nei. Ég er eiginlega að spyrja út frá þessu. Já, sko. Eða verði ég aldrei heill fyrir ég er búin að leysa hvert einasta áfall sem ég get fundið? Sko, fyrir það fyrsta leysir maður kannski ekki endilega gott að tala þetta. Hvaða merkingu, sko, vestræn menning er ekki finnst mér að flink að takast á við áföll. Nei. Vegna þess að til dæmis bara svona hugtök eins og sátt og hamingja, vestræn menning boðar ákveðin skort, það vantar alltaf eitthvað og hún er ofta að boða ákveðna lausnir til að við eignumst þessa hluti sem við vorum að tala sáttin, hluti tilfinningar eða ástand. Sorgarferli er ekki línulegt ferli, það er dýnamískt og ég hef dregið upp þær myndir sem þýðir að fer fram og tilbaka og ég segi alltaf að sorg sé ekki tilfinning heldur ástand, þannig sem geymir margar tilfinningar og myndin sem ég dreg upp er á sem rennur til sjávar með öllum þeim birtingamyndum sem ár sín okkur. Og markmið sorgarvinnu og áfallavinnur að verða ekki til stíplur í sér á og það að leysa upp áföllin er í mínum huga birtingamyndin er að lifa í frið og sátt með þessum reynslum og ég ætlur þykja bara mjög vænt það úrvinnslu sem verður til og ég og þú höfum báður orðið fyrir stórum áföllum í lífun okkar og ég veit ekki hvort þú deilir þeirri sín en mér gruna það að mér þykir ég er ekki að fagna endilega atburðunum en mér þykir mjög vænt það sem ég hef lært í minni úrvinnslu þannig að það má ekki bara fjalla áföll og sorgir bara út frá einhverju vonleysi og alls ekki búa til einhvern svona sem við hefur kallað í sorgarfræðunum klámtímabil dauðans sem var til í Víetnamstríðinu sem mistum svona ákveðna tengingu að það getur komið mjög margt djúpt og gott úr úrvinnslunni vist að við þurftum að fara á stað og ég skil stundum vel þegar fólk segist vera þakklátt fyrir úrvinnsluna sína þegar nýja Gunnar og nýja Vigfús sem verða svolítið til ég sé stundum að vera að fjalla áföll og sorgir bara út frá atburðunum og maður sér ekki birtast einhvern ferðalag heilunar og heilunin er ekki að gleyma og heilunin er ekki að taka burt sársauka heldur geta búið með honum á nýjan hátt.
Ertu að segja að það sé ekki endilega lausnin að ferðast aftur að atburðinum og leysa hann? Það þarf að fara tilbaka atburðinum og þarf að fara að tilfinningunum. En atburðinum fer ekki. Nei. Sársaukinn fer ekki, en ég kann betur á hann. Ég skil hann betur. Og reynslan sem að þú hlýtur á því einhvern veginn þannig að einhver orða þannig að það allt í lagi að hafa farið til helvíti sem að sleppur þann. Að þú veist, það reynsla sem að maður kemur. Já, en ég óskar svo sem engum að fara þangað. Mér finnst ég hafa verið að segja nákvæmlega það saman. Og þetta náttúrulega gamalt stef í menningarsögu Vesturlanda allavega, að þetta sem kallað, ég veit að þú þekkir, þetta Hero's Journey hugtak, sem Joseph Campbell notar, þetta kemur reyndar frá miðöldum, svona ferð hetjunar og við þekkjum þetta sagnaminni og þetta er ekki bara að horfa á ýmsar kvikmyndir, bókmyndir bara eins og Lord of the Rings sem allir þekkja skilir, það fer fólk í ferðalag til vítis til að komast aftur og þetta er aftur og aftur saga sem sjáum í menningarsögunni. Jung fjallaði mikið þetta. Já, ég meina það getur komið mikil heilun út úr svona ferðalögum. Það sem ég var að reyna að koma að því áföllin eru endalaus matseðl. Ég tala ekki að tekur þjóðaráföllin með og ég get ekki ættina og ég get ekki æskuna og svo er náttúrulega ýmis konar áföll sem ég vorði fyrir sem fullorðið maður og ástarsorg og alls konar tryggðarbrot öðrum hætti og orðið fyrir alls konar aðkasti og öðru slíku, þannig að ég hef endalaust að svona. Ég er að velta fyrir mér að sérfræðingurinn þú þegar einhver kemur til þín með ferðalangur en ég. Það komur hann að langa lista. Kemur að því að þú segir, heyrðu, ég myndi ekki verja meir en svona 7 mánuðum ári í áföllin. 5 mánuði myndi ég verja í hvað? Við þurfum náttúrulega að horfa á, að því ég spurði hver þjóðarsalinn áðan og við settum upp í áfallasamhengið, en það er líka náttúrulega þegar við skilgreinum þjóðarsalinn okkar sem ég þori ekki að gera alveg með einum beinum hætti, það verður náttúrulega, það er mikið þrautsegi í þjóðarsalinni, það er mikið styrkur í henni út af áfallunum að hluta til, að hluta til ætla ég að fullir það, þannig að við verðum að geta hort á hvað hefur orðið til út úr þessu en ekki bara sásökan, og þú gefur okkur innsýn inn í þína göngu sem maður og sem geymir allsins kafla. Ég menna, ég er ekkert vissum að það sæti sjóvarstjórinn öflugi fyrir fram mig ef hann ætti ekki þessa sögu. Sá sem hefur áhuga á samfélagsmiðlunum og hvernig við erum að nálgast uppbyggingu okkar sem manneskjur og samfélag. Þetta ert þú og þetta út af sögunni þinni. Óumflýjanlega. Ég gerir mig greið fyrir því og það fylgir svo segla og allt þetta. Heldur betur. En ég er samt að spyrja, kemur að því að sorgar sérfræðingurinn segir við einhvern takk sang þín og gakk. Nei, það gerist. Legðu frá þér þessar þungu ferðartöskur sem þú ert búin að burðast með. Taktu lestina, bara byrja upp á nýtt. Ég segi þetta aldrei, þetta gerist sjálfkrafa. Að fólk gerir þetta? Já. Fólk, ég segi svona í gríni, það er svo gott að fólk segir manni upp á einhverjum tímapunkti. Þá er það eitthvað svona augnablik sem er eiginlega svona eins og frelsunar augnablik. Þegar fólk þarf ekki á þér að halda. Betur fer á þetta sér stað í samfylgdin, það verður svona maður sér, það er aldrei neinir atburður í þessu ferli, heldur alltaf það er alltaf svona hæg og ró vakning sem á sér stað og hægt og rólega þá sleppir fólkið og það fer að vakna tækifæri til nýrra sögu og nýrra upplifan og ég verð alltaf til dæmis glaður þegar ég heyra syrgjandinni farin að eignast tilfinningar eins og tilhlökkun. Þá veit ég að það er eitthvað að gerast. Og vonin náttúrulega fæðast. Já, og löngunin og ég segi stundum í gríni að því að maður á nú líka að grínast að ég leiðilegt fyrir fólk að þurfa að kynnast manni það er rosa sorglegt finnst mér, en það er óbúslega gott að fólk sleppir
svo er maður oft verið gengið lengi með fólki og svo líða kannski einhver ár og þá tekur það aftur upp, við langar að eiga aftur einhver kynni og það er bara rosa skemmtilegt sko. Já, og það er náttúrulega þannig með svona erfiða reynslu að þó að þú vinni með hana og setir hana í einhverja svona hillu þar sem að hún er þolanleg. Já. Þú skilur hann ekki endilega eftir á járnbrautastöðinni en ert með hana með þér. Já. Svo líða árin og þá kemur í ljós að hún er ekki alveg til friðs lengur. Nei, þess að þú hefur bara breyst. Bara frábært, þetta þekki náttúrulega svo vel með hjá sorgbarn og unglinga því að maður svo oft kynst þeim aldrei í sorgin að svo allt í hennu lendi einhverju 13 ára og allt í hennu gangaði aðeins í 16 ára og svo bara 30 skilur. Já. Þannig að þá er þetta svæði þá opnast það upp á nýjan hátt og við erum ekki að tala um eitthvað hættulegt eða dramatist, skilur. Þetta er bara, eins og þú segir, ég er aðeins með nýja huggetu, sko. Já. Og mér finnst þetta, sko, þetta er í mínum huga dálítið heilagt ferli í merkinguna eða frátekið. Þetta er, eins og ég var að tala, einhvern hefur náttúrulega kannski talað við foreldrar sem hafa kannski mist barn stutt eftir fæðingu eða andvana fæðingu. Að það er alveg sama hver segir að þessi einstaklingu sem var þarna í stuttan tíma áttur að vera eitt stæðsti einstaklingun í lífið þeirra. Þannig að tíminn er allt svo ástæður í þessu. Já, og hugmyndinu mannesku er það líka að þeir sem falla frá ungir eru kannski stærri en þeir sem að hafa lifað ævina á enda. Algjörlega. Það óordna er einhvern veginn hluti af og þetta verður, og þetta verður líka svo mikil sásíkjótt þegar viðkomandi fellur frá og þess að verður stærðin svo mikil. Já. Ég er alveg sammála þessari sýn. Og hluta sorginni er líka að maður missir framtíð, maður missir þann sem að maður deildi framtíðinni með. Já, það sem átt að verða. Sorgin sem átt að verða. Það getur verið sko raunverulegra heldur en það sem er liðið. Miklu stærra. Stundum heyrist manni að kannski menn eins og þú séu að reyna að fá fólk til þess að meta það sem að var til jafns við þetta sem að varð ekki. Að vera þakklátur fyrir það sem að maður hafði og fekk til mótvægis við hinn sára kvöl að það verði ekki þess að maður væntist. Já, ég kalla þetta að maður dýfki sýnina og upplifuna af því sem maður hafði, sko. Og það er hluti af heilumni. Já, og maður er alltaf, aðal tækið í sorgarmeðferð eru spurningar og maður er alltaf að hjálpa fólki eða gera tilraun til að hjálpa fólki að tengja sjálfum sér upp á nýtt, öðru fólki og því sem kallum tilgangi eða Guð. Þetta er svona þríðningur. Og fólk fari á dýftina í þetta og því að við náttúrulega breytumst þegar við verðum fyrir stórum áföllum, við erum aldrei söm og maður er einhvern veginn alltaf að reyna að hjálpa fólki að uppgöta þetta betur og betur og ég sagði annað fólk að maður er náttúrulega að halda áfram að tengjast þeim sem farin er. Ég meina Freud blessaður, sá ágæti maður, hann hélt að væri kannski ekki sniðugt til að láta fólk aftengjast þeim sem farin er og maður er oft séð fólk gera óvitandi tilraun til þess, en það virkar akkurat öfugt. Að reyna bara að gleyma viðkomandi. Já. Þú mælir ekki með því? Nei, mannkynsagan sýnir okkur það er hættulegt. Það verður vantengingi í okkur. Þú kannt að lýsa sorginni og áföllunum. Ég er ennþá á þessum tímapunkti þegar einhver kemur til þín og segir lífið sem ég vænti núna, ég er búin að eignast líf með sorginni en ég fer að hlakka til og hlera, þannig að nú ætla ég að lifa þarna eins og þessi valkostur á móti þessu. Ég er að velta fyrir mér, er til eitthvað orð yfir eða er þetta eitthvað fyrirbrigði sem að fólk fer inn úr sorginni yfir í hvað? Ég þetta er náttúrulega, það búið að lýsa breytingu sem hægt var að kalla þrátt fyrir, Já. Og þetta er svona... Þetta er ekki svik, Nei, akkurat. Ég er ekki að velja annað umfram hitt. Akkurat, Og til þess þarf maður einhvern veginn að hafa náð svona einhverjum friðarstað innra með sér. Og þannig að þetta er ég þekki ekki að segja til eitthvað orð þennan sem við getum kallað svona viðsnúningarpunkt eða ferli. Þannig að það er aldrei einu punktar í þessu ferðalagi eins og menn héldu nú hérna einu sinni.
Þetta alltaf einhver staður þar sem viðkomandi mun líklega fara svolítið fram og tilbaka, skilurðu. Má ég þetta, skilurðu? Má ég lífið? Nei, ég get það ekki og svona. Þarna kallar það lífið. Já. Af því að þetta hitt ástand sem að maður tegi sig eftir. Eða má ég þetta líf? Já. Má ég þetta líf? Nei, ég kann ekki orðið, sko, akkurat. En það sem hefur gerst náttúrulega, þú ert búin að setja merkingu í sorginu og það mikið fjallað að setja merkingu í sorginu. Og merkingu reynslu sína, þú ert farin að geta nýtt hann á einhvern hátt sem styrk og þjónaðir í lífinu. Já. Þú náttúrulega breytist og ert að manneskja og kannski upplifur að þú getur ekki tekið þetta út úr þér því það eiginlega bara hugmynd að vera ykkur allt annar en ég Viktor Frank fjallaði dálítið mikið þetta að setja merkingu í sorginu. Að öðlast hægt og rólega frelsi hugans til að setja sína merkingu í sorgina. Og hann var ekkert að segja okkur að þú átt að setja þessa og þessa merkingu, heldur settu merkingu í sorgina sína. Það nú dæmi bók sem hefur hjálpað mörgum. Já, og þetta náttúrulega bara heimsfrægt rit og var það sérstaklega, ég nú aðeins samt orðið var við að það verða svolítið gleymt finnst mér því miður eins og það nú læsilegt og auðvelt að lesa það, sko. Já. Ég að leika mér að því að gefa börnum það í fermingagjöf og svona. Mér finnst það góð fermingagjöf. Það geta alveg lesið hana. Ég held að. Já, alveg. En svo það eins og með aðra bækur ég og þú lesum hana á annan hátt fyrir 20 árum. Já. Hún lifir með manni. En það náttúrulega bók hvernig maður getur komist út úr hryllilegum áföllum. Já. Og hans skilgreining það að maður verður að finna tilgang með lífinu. Setja merkingu í lífið. Þessi merkingur. Já. Og það rosalega mikilvægt en það alveg augljóst og missi fólk tilgangin og merkingun í lífinu og ná henni ekki hægt og rólega aftur og mér finnst það mjög eðlilegt að maður nái ekki strax og það tækir langan tíma en ef maður næri henni ekki þá maður í mjög mikilvæg hættu. Það það sem gerist við áfallið að merkingin hrynur. Ég segi skilgreinum ofta áfall sem sjálfræðissviptingu tímabundna. Þú lendir á stað og stund sem þú náttúrulega aldrei vilja fara á og það þarf að fljóta að reyna að hjálpa fólki að fara að ná einhverju stjórn þrátt fyrir allt og þegar þetta ferli fyrir aðeins að styrkjast og þá byrjar þetta eiginlega sorgarferli það ekki sama áfallaferli og hægt og rólega eru alltaf vonum hans að syrgjandinn ná að fara að setja merkingu í þessa reynslu þannig að hann geti lifað með sásökunum en líka dregið styrkin maður réttlætir úrvinnslu maður réttlætir ekki þjáningun. Þú talar áðan svona okkar samfélag þar sem að ég veit ekki svona samfélag skortsins eða eitthvað að hjá mér þá kaupi ég eitthvað eða ég laga það og ég raða mig saman þannig að ég verð besta útgáfan af sjálfum mér. Svona stemmingin í samfélaginu. Já, ég sammála þessari lýsingu. Og þá kemur það svolítið fram að ef ég lendi í einhverju áfalli þá þarf ég að bara vinna í því og laga það til þess að verða aftur besta útgáfan af sjálfum mér. Sama ef ég greinist með kannski alvarlegan sjúkdóm þá verð ég bara að berjast við hann en svo náttúrulega kemur í ljós að það sigri ekki allir. Lífið ekki þannig. Lífið ekki svona ný frjálshyggjulegt verkefni. Nei. Þannig að það eitthvað, stundum hefur maður heyrt það að þetta vinni eða móti fólki. Þetta vinnur móti fólki. Þessi hugmynd. Já. Þannig að svona tónnin í samfélaginu svolítið grimmur gagnvart þeim sem að þurfa ekki á því að halda. Maður heitir aldrei styrkjanda sem svo undrandi á því hvernig félagslega kerfið að breytist. Já. Skiptir ekki máli hvort missir veikindi eða eitthvað annað. Fólk við höfum ekki mikið þrek í sorg annarra og okkur finnst hún óþægileg, truflandi og syrgjandinn breytist líka, hann oft orðið meira hugsar dýpra og spyr annara spurninga og við erum stöðugt að boða mynd hins hvað við segja, hins mannsins eða konunar sem hvað við segja, successful velgengni. Já, maður og kona velgengnar þau þurfa að uppfylla ákveðna hluti maður þarf að fara yfir viss mörg fjöll og klára viss marga tegundir á skólum og eiga viss mikið að einhverju og svona en undir niðri kannski mikill sársauki og mikill þjáning.
Þegar þú tala félagslegt áttu við svona hið óformlega samfélag að hinn sorgfulli að hann passi ekki einhvern veginn við borðið þar sem allir eru að reyna að vera hressir og gátur. Hann passar ekki við það borð. Það algild saga sem nánast hver einasti manneskja sem hefur kynst í þessum vinnu segir manni. Þannig að þetta er ekki sambarlegt og maður heyrir oft fólk sem að til dæmis lendir í örorku á miðjum aldri að það verður oft hissa hvað öryggisnetið okkar er veikt í samfélaginu. Það held að við værum traustara velferðarkerfið mikið áfall sem að margir verða fyrir út af því. Þeir eru bara að upplifa að þeir detti í gegnum öll net. En þú ert að tala svona þetta óformlega samfélag þar sem að við ættum að vera betri vinir. Ég er að tala menninguna. Já. En heldur að þetta sé á okkar tímum eða heldur að við höfum kannski verið svona 1970 eða? Við vorum svona 1970. En okkar tímar eru miklu sýnilegri. Ég meina, amma gamla var ekkert í liftun að taka myndir af sér selfie, sko. Þannig að við erum að sjá nýjar birtingamyndir og ég get alveg fylgst með successnum, sko, á allt annan hátt. Nei, ég held að hafi alltaf verið og þetta sé bara inngróið í Vesturlanda menningunni. Ég held að þetta sé svolítið skilt því sem Hebrein sem skrifaði fall mannsins söguna í Gamla testamentinu, hann var búinn að sjá þetta. Það er nokkuð ár síðan. Stundum finnst manni eins og dauðinn hafi verið viðurkenndari og nefni dauðana því að sorgin tengist honum. Hann var viðurkenndari. Ég held að hafi verið líkvaka á eskuheimili móður minnar. Já. Hafi verið bara í borðstofu. Já. Húskveðurnar svo kvöldu. Já. Og þá fór fólk í svört klæði einhvern ákveðin tíma sem er svona einhver merki að samfélagi viðurkenni sorgina. Miklu, já. En það er ekki lengur. Nei, hún er rosa óþægileg. Það er alltaf að skapa samt aftur miklu meiri umræðaldur var en þetta er náttúrulega stofnanavætt fyrirbæri, ósýnilegt fyrirbæri. En við þekkjum það að fólk var með svona sorgarband til. Jú. En nú er það bara íþróttafélögin sem er með þetta. Já. Ef að ég væri í sorg, myndur þú mæla með því ég væri með svona í 1 mánuð sorgarband sem að ég væri þá að vara fólk við eða hitti mig að vera maður í sorg? Mér finnst þetta svo skemmtileg hugmynd að ég vona reyndar að lífið kalli ekki fram sorg hjá þér en ef þetta gerist, já, og leiði mér þá að fylgjast með. Hvort að þetta hafi áhrif? Já, mér finnst það mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega ákveðin svona, ég man hvað ég var hissa sko þegar ég var á Dánabið Afríku búa, fólk sem kom frá Afríku. Og þar mættu grátkonur og grétu af þvílíkri angist og ég man hvað ég var óöruggur hræddur inn í aðstæðunum sko. Ég vissi þetta ekki, kunni ekki á þetta, það var bara eins og það hafi verið kveikt á þeim. Þarna voru þeir að búa til einhverja rosa tjáningu sko. Það er áhugavert. Sem er einhvern veginn samblanda persónulegri tjáningu og einhverju svona menningarlegu, það er bara eins og það verið að fara með rímur eða eitthvað. Já. Alveg rétt, þetta var kveðskapur sko. Mjög áhugavert. Við eigum náttúrulega ekki svona. Nei, þær eru til víða grátkonur, það er allavega frægt lag í Mexíkó grátkonur. Já. Þannig þær eru víða til í menningunni. En einhver leiti þá eru við ef ég má taka svona skrítidæmi að þegar ég var barn þá voru eldra fólk svona gekkst við aldri sínum. Amma fór í peysufötin bara og það þýðir að það er ákveðin virðingasess sem ég held að við höfum ekki lengur í dag fyrir eldra fólk, að við höfum ekki virðingasess fyrir eldra fólk. Nei. Og ég var því við erum orðin human doing sko, ekki human being eins og sattur í amerískum sorgarfræðum. Ég var eins með brjóskloss og fór svona illa í mig og ég eina leiðin til þess að ég geti gengið uppréttur var að vera með staf til þess að styðja mig við og þegar ég fór í bæinn með stafinn þá kom fólk til mín alveg í angist þegar ég verið með staf og var með alls konar ráð og eitthvað flera. Og ég velti fyrir mér stafur er eiginlega sko bara frábær hlutur ef þú ert þar stuðningu að rétt úr þér eða styðja þig. En þetta maður sér allar staf. Nei, það er rétt. Þú segir það. Og fólk veigra sig við að taka hann upp. Já, það er rétt, þú segir það. Þannig að við erum eins og sem alltaf hrætt við að sína veikleik okkar eða sorg okkar. Þetta er náttúrulega ekki góð menning. Nei, og ég vona versn ekki.
Gæti gert það. Já. Ég gæti gert það. En það sem ólíkt við menningu okkar núna, eins og til dæmis 1970, að það að fólk miklu viljur að fjalla áföll sín. Já, og sko það alltaf áhugavert sko hvað hefur verið rosaleg sala á þessum bókum sko. Já, á þínum bókum? Já, það var svakalega mikil sala. Kom mér mjög óvart að þetta var ekkert gert með einhver tilgangi til að gefa þetta út sko. Þetta var nú bara fyrir sjálfa mig og sérstaklega eftir mitt stóru áfall og veikindi fyrir bókin sko. Það bara, já, ég bara ótrúlega áhugavert hvað þetta hefur selst mikið. En ég var að vísa til svona viðtala og fólk skrifa líka bækur eigin áföll. Það miklu meiri umfjöllun áföll núna heldur en var fleiri sem að hafa raddir. Það með einhver leyti eins og við sem endurskilgreina hver manneskjan kannski þetta að við getum ekki öll lifað inn í einhverju hetjusugunni sem að þú veist að lýsa og fólk bara að reyna að orða sína reynslu sem að einhvern veginn passar ekki við hugmyndina eins og hvernig við eigum að vera. Ég allavega alls ekki hæfur til að lifa hetjusuguna. En sérðu svona, að því að við erum að tala um menninguna, sérðu að það sé svona gagn að þessari svona deiglu? Já, það ég sá það til dæmis bara þegar þessi frábæru þættir voru gerður á sínum tíma, missistættirnir. Já. Það voru rosalega, þetta fengu þeir bæði góða umfjöllun og viðurkenningu. Hvað þörfin fyrir þetta var mikil og það var að skapa þessa umræðu sem við erum að eiga. Ég meina, þrátt fyrir að hetjussagan sé lifandi núna og hinn farsæli maður og kona, þá vitum við náttúrulega að við eigum þetta all, þessa reynslu. Þú getur ekki, þetta er eins og Karl Rotses geðlæknir í Bandaríki sagði sko, í niðurlagi bókana sinna, ævisögusana, sko, það sem við höldum að sé hið persónulegasta í lífinu hið almennasta sko. Þannig ég veit að saga Vigfúsar og þín sama sagan fullt af atriðum. En þá það eins og við höfum lifað í heimi sem var svo með takmarkað sögu að við áttum okkur ekki á því, það sem við heldum að ég væri frávik, raunverulega merkjum að ég eiginlega hið almenna. Já, ég svo innilega sammála því, því að maður er verið heppinn að fá að vinna og hlusta á margar lífssögur og þú heyrir sömu sögun aftur og aftur með ýmsum blæbröðum. Herru, þú segir að kveikjana fyrir bókinni hafi verið áfall. Já. Þitt persónulega áfall. Já. Viltu segja mér frá því? Já, ég var með fæðingagalla, hjartalóku, óseðalóku sem var mjög illa farin orðin og ofan í það kom hjartaáfall. Það var ekkert að þessu vitað. Við sem olli þó nokkuð miklu skemmtum á hjartanu mínu og ég þurfti að slást svolítið fyrir lífi mínu tíma og löng endurhæfing og sjúkrahúsvist. Þannig að þá fór ég að setjast niður og skrifa og það fór að koma fullt af minningum úr starfi og svona fólk sem hefur kennt manni mikið nafnlaust og þannig að ég var nú bara svona að skapa fyrir mig og svo bara fór þetta út úr tölvunni. Þannig þetta gerist þegar þú ert búin að starfa sem sjúkrahúsprestur? Já, í 17 ár. 17 ár. Já. Og þá gerist náttúrulega því að þessi seinni bókin heitir Sár græða sár. Já. Og einhver leiti þá tengir maður það við svona, það sem er talað um svona jafningja tengsl. Já. Það sem að sá sem hefur haft sambærilega reynslu, hann við náum betur að styðja hvern annan heldur að sá sem ekki hefur valdið sjúkrahúspresturinn sem hafði verið talið sig vera fullheilbrigðan og svo sjúkrahúspresturinn sem meðal sjúklingar, bara sjúklingur. Verður það mikil breyting? Já. Getur þú útskýrt það fyrir mér? Það var fyrir að fyrstu stigum var svo magna hvað komið marga minningar úr starfi sem ég gerði mér ekki grein fyrir að væru þarna. Þá var náttúrulega, ég vissi það svona vitsmunalega, en það var svo lifandi veruleiki og stundum var það erfitt sko. Og stundum vann það ekki með mér þegar ég var stundum, ég held ég að stundum varði hræddari en ella sko. En svo náttúrulega bara þú fyrir að vinna og ég náttúrulega bara að vinna í viðtölum allan daginn upp í miðstöð að ég finn alveg að
ég finn alveg að hlutir snerta mig stundum mun dýpra heldur en ég gerði áður. Ég meira vundu til heldur en ég var. Þannig að, já, þetta breytir manni. Og minningarna sem þú hafðir frá fyrri viðtölum, að þegar þú ekki sjálfur atburðum og þá færðu allt aðra merkingu. Maður fer að endurupplifa það bara, sko. Ég endurupplifa það fyrstu stigum veikindana minna, sko. En með öðrum hætti heldur en áður? Já, sko. Þannig þú ert breyttur? Já. Maður kemur ekki tilbaka. Maður kemur alls ekki tilbaka. Auðvitað koma kannski einhver kjarnaeinkenni, en ég hef oft sagt svona í grín og alvöru að maður hafi ekki komið tilbaka. Maður hafi labbað inn í aðstæður og lífsreynslu sem labbað síðan ekki út. En ertu búin að ná þér líkamlega? Nei, ég ber mig þó nokkuð mikinn skaða sem við bara há mér þessum eftir ævina sem vonandi bara er hægt að viðhalda og ganga bara svona fallega Þannig þú hefur svona minni orku? Miklu minni orku. Þannig þú dugar kannski bara helmingin af því sem þú dugaðir áður. Þú voru að fara varlega með þinn tíma. Já. Það er alveg gríðalegu munur á því. Já. Og erfitt að sætta sig við það? Það kemur stundum bara til manns. Stundum rennur svo á í lignu og fallega og stundum eru straumrast. Það er bara heilmikið sorgarferli. Já. Það bölva sjálfum sig svolítið fyrir að geta ekki það sem maður gat áður. Já, maður er svona svektur yfir sjálfum sér. Já, menn það er ekki góð tilfinning. Nei, nú þarf bara að fá að koma þessu aðra tilfinningar. Þannig að þegar við erum að tala um grimma tíma, þá erum við búin að tala svolítið að það er pláss fyrir þá sem að allt er í lagi hjá og við erum erfiðleikum með hina. En samt erum við í kultúr sem að það er svona pláss fyrir viðtöl og bækur og umfjöllunum áföll og eitthvað fleira miklu meira en áður var. Já. En samt svona hugmyndin að hinn góði tími eða góða líf. Stundum við verið að hæðast að fólki á Facebook sem er alltaf að birta svona sigur stundir sínar. Margir bara leggja tölvört upp úr því að selja okkur hinum að þið lifi stórkostlegu lífi og líklega hæðustu pínlítið að þessu að því við þekkjum þetta inn í okkur löngunna til þess að vera svona það má vel vera að einhver lifi bara svona skemmtilegu lífi. Já, vonandi bara en ég er sammálaður því að öll okkar viðbrögð gagnvart náunganum eru nú oft viðbrögðin gagnvart sjálfum okkur. Jú. En þú talar svolítið þessa reynslu og svona djúpa reynslu sem getur verið dimm og eitthvað svona. Það sem að maður velti fyrir sér með þessari áherslu á svona vellukkaða. Hvort að við séum kannski að missa svolítið af jafnvel fegurri tónum mannskepnunar sem að eru kannski í þessu lygnafljóti þínu sem rennur til sjávar. Já. Sem er margbreytilegt og djúpt og er ekki bara glitrið sem að kemur á sólinni þegar á yfirborðinu, heldur er það djúpt og djúpgrænt og alls konar. Akkurat, sérðu fegurðina í svona ævi eins og Viktor Frank og hún er svo falleg. Já, en maður myndi ekki óska neinum hana. Nei, það er allt annað hlutur, en hún er samt falleg. Því hún hann er að búa til heilunasögu fyrir ótilandi fólk, eins og þú sagðir áðan. Eins og ein bók sem ég er gríðarlega hrifin af sem er nú vinkonu Viktor Frank sem skrifar hana og Netið Eger fær sér frægi meðferð aðal í Bandaríkjunum sem nú verða 100 ára og lendi í Auschwitz 12 ára og dansar fyrir Engil dauðans, Mengele og hún náttúrulega notar svipar aðferði til heilunar og maður sé hvað hún er stór rödd í heilunarferli þúsundir manna Við erum með fullt af svona fallegum sögum út allt. Ég held þú getur ekki hort lengi á málarasöguna, listmálarasöguna og þess að sjá það er fullt af tjáningu eða bara bókmenntunum allir sem verða til. Og tónlist og endalust. Þetta er allt saman kannski eitthvað sem er að vaksa meðfram ánni, Ef við notum þá líkingu áfram. Byggt á einhverjum svona dimmari tónum.
Já, sem verða dýpri tónar. Ég með þá kenningu að til dæmis stjórnmálamenn birtast alltaf fallegastir í ósigri sínum. Það eru ósigursræður ef þær eru velgerðar. Þá verður fólk sem maður hafði aldrei fundist vera sérstaklega mannlegt eitthvað svona. Allir birtist það sem manneskja. Á meðan að sigurræðurnar eru allar eins, sko. Það er bara eitthvað svona gropp. Af því að þú mætir svo oft fólki sem er í erfiðri stöðu. Já. Hvað myndir þú segja við þessari kenningu minni að maðurinn sé stundum sko fallegastur eiginlega í uppgjöf sinni? Enska orðið surrender sem er einhvern veginn þýtt sem uppgjá á íslensku, ég veit ekki alveg hvort það sé hann samt nógu gott orð. Já, ég er sammála því þegar hann sleppir, algjörlega sammála því, og það er oft stæðsti batinn okkar í lífinu. Að sleppa? Já. Að játa vanmátt sinn og játa það að maður þurfa að taka leiðsögn og játa það að maður verður að opna fyrir annað heldur en sjálfa sig. Já. Ég held að það sé mestu viskupunktur mannsins. Þetta er þá svolítið sorglegt því að öll orkan sem við förum í því að halda að hún er raunverulega vinnur gegn okkur eins og mikið við gerum til þess. Já, ég meina, svo þá fer ég aftur í minni trú og horfa á krossin, hann er náttúrulega staður þar sem öll er sleppt. Vigfús, takk fyrir að koma hingað og spjallaði okkur og til hamingju með þessar bækur og ég er ekki hissa á því að það seljist vel. Mér varst gaman að koma. Gerðu ekki. Takk. En við höldum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, þá ætlum við nú að ræða það sem að mér finnst grafalvarlegt málefni sem er framtíðarhorfur íslenskunnar. Staða hennar í samtímanum og hvernig henni verður fyrir komið síðar. Ég var með íslenskufræðing hér í spjalli í síðustu viku og hann sagði að hún myndi kannski lifa af þær breytingar sem að nú eru í gangi en hún yrði ekki eins í laginu eins og hann orðaði það í öllu falli. En sumir hafa spáð því nokkur skeið áður en þær hröðu hræringar sem við þekkjum nú síðustu ár urðu að við þurfum að spyrna við fótum með miklu öflugri hætti en verið hefur til þess að vernda þetta menningar djástn okkar íslenskuna. Og einn af þeim er Páll Valsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur og ég hef fengið hann hér til þess að ræða stöðu íslenskunar. Vertu velkominn, Páll. Takk fyrir. Ég rakst á það á internetinu að þú ert svona, ég held að hafi verið árið 2006. Já. Þá ertu þegar komin með miklar áhyggjur af stöðu íslenskunar og það er eins og ég nefndi í inngangnum áður en alls konar svona nýjar ógnir hafa birst okkur. Já, það stemmir. Ég var ég hafði eitthvað verið að tala í einhverjum hópi um þetta því að ég hef starfað við bókaútgáfu mjög lengi og lesið náttúrulega gríðarlega mikið af innsendum handritum og ég tók eftir þarna að það var að verða einhvers konar svona skil í svona, ég nú ekkert að tala um slettur eða neitt slíkt heldur sko í setninga uppbyggingu, viðtekingaháttur var nánast að hverfa og svona máltilfinningin. Það voru verið einhver vatnaskil og ég talaði um þetta aðeins á einhverju þingi. Má ég skjóta inn í, voru það enskuskotin áhrif að þú hyggur? Já, enskuskotin fyrst og fremst. Og sko viðræði þessar áhyggjur og svona, mér fannst ég nú ekkert sérlega frumlegur, ég held ég að við nota þetta vitna bara í rask og sagði ef ekkert verður gert og ekkert breytist þá mun tungan vera horfin eftir 100 ár. Og
Hvaða viðbrögð fékkstu? Já, menn voru nú svona töldu, ég væri með bölmóð og svona, ég fekk frekar daufar undir þetta sem ég var svolítið hissa á vegna sem ég held að til dæmis háskólamenn og aðrir myndu svona taka þetta svolítið upp og segja að það þyrfti nú kannski að gefa í. Já. En það var nú ekki, sko. Það var nú ekki. Þau hefur ekki litið á það sem þeirra mál? Nei, háskólinn svolítið fríríki og svona fæst náttúrulega fyrst og fremst við að skoða málið og fylgjast með og annað en margir þeirra teljast það ekki vera sitt hlutverk að segja fólki til. Við erum ekki lögregluþjónar tungumálsins, sagði einhver tímann. En ætti það ekki að vera hlutverk þeirra? Ég meina, stofnanir sem byggja á opinberu fé á litlu viðkvæmu málsvæði eins og okkar, er það rétt við þó? Nei, mér finnst það svolítið langsótt, sko. Mér finnst að ég sagði einhvern tíman við einhvern að sko fólk hefur mikið áhuga á íslenskri tungu sem betur fer, þjóðin. Já. Og þráir leiðbeiningu og það var verið vinsælir þættir, Íslands mál í útvarpinu árum saman og svona fólk mjög móttækilegt fyrir leiðbeiningum og ég sagði við ákveðin háskólamann, ef að þið segið ekki fólki til þá gerir það bara einhver annar sem síður til þess fallin og það ekki gott en ég saknaði svolítið stundum að háskólinn sé ekki aldrei öflugri í þessu, sko. Já. Sko, þarna interneti komið fram. Já. Og búið að vera svona hluti af okkar vopnabúri nokkur ára skeið. Samfélagsmiðlarnir ekki komnir fram. Þeir breyta náttúrulega miklu. Já. Og það sem gerist þegar þeir koma fram að öllu afli eða það hverfur öll ritstjórn. Maður svona, það hefur ýmislegt jákvætt við það, engar hömlur, engin þöggun, allir hafa sinn fjölmiðil. En það sem mér finnst svolítið áberandi, ég horfa á fjölmiðla og les þá að sko það engin ritstjórn heldur á hinum hefðbundnu fjölmiðlum. Ég saknaði það birtast greinar sem eru svo illa skrifaðar að þeir eru nánast óskiljanlegar. Ég tala nú ekki sko þegar þeir eru þýttar og svo framvegis. Maður þarf ofta að fara í frumheimildina til þess að skilja hvað er í gangi og merkinguna. Eins og hún horfin í textanum sem fyrst og fremst svona vondur vegna þess að bæði sá sem skrifar ekki nógu góður í málinu og það enginn sem leiðbeinir honum. Ritstjórn leiðbeining. Já. Fyrst og fremst. Já. Og þú bara hefur upplifað að missi merkingarinnar. Já. Þetta texti verður merkingarlaust, þú skilur hann ekki. Og svo ferði frumheimildun og þá verður allt ljóst. Já. Og nú svo komið sko að táningar, íslenski táningar, þeir viðurkenna fyrir manni að þeir hugsi á ensku og þýði enskuna yfir á íslensku og svo tjá þeir sig við mann á íslensku en það svolítið brotin íslenska. Já sko, þarna kemur nákvæmlega með það sem var til þess að ég steig fram aftur nánast 20 árum síðar með svona öllu harkalegri áminningu sko, því að þegar ungt fólk hvað eftir annað að segir það að mér finnst betra að tjá mig á ensku ég næ betur að segja það sem ég finnst, ég næ betur að tjá tilfinningar mínar á ensku og það bara segir sína sögu það engin ástæð til þess að ég fengja þessa krakka þetta bara svona og það segir sér sjálft að þá móðumálið í hættu það bara blasir við mér. Já. Og svo getum við alveg talað það áns að vera rasistar að það hjálpar því ekki á skömmum árum að verða til hér næstu því 15 þjóðar sem ekki hafið íslensku sem fyrsta tungumál. Og þetta auðvitað alveg svakalegt ástand að það vissulega verið að kenna íslensku sem annað mál til dæmis upp í háskóla og fjöldi manna og vinnur þar gott starf og það allt saman frábært en þetta þarf bara að við þurfum miklu meira. Það hlýtur að verða
ég held og ég þekki nú sko fólk sem hefur flust hingað að fólk sem vill setjast hér að það vill læra íslensku, það vill verða hluti af þessari menningu og skilja landið sem það býr í. Já. En við erum að gera allt og lítið til þess að hjálpa þeim. Auðvitað fólk þó það sé að fara sé vinnuafl og að koma til þess að vinna fyrst og fremst, þá eigum við sjálfsögð að bjóða þeim upp á námskeið í íslensku og reyna að kenna þetta, því að það er einhver mýta að íslenska sé svo erfið. Ég leyfi mér aðeins að efast það er margt sem er erfitt í lífinu og íslenskan er bara svona germanskt mál sem að vel er hægt að læra. En það þarf auðvitað kennslu. En með sama hætti og háskólafólki leit það ekki á sitt hlutverk fyrir 20 árum þegar þú lýsir fyrst áhyggjum að stöðu íslenska tungu, að þau grípi inn í eða farið þarna með lögregluvald til verndar íslenskunni. Þá heyrist líka núna þegar þú nefnir þetta, ekki síst frá hægri flokkum eins og miðflokknum, að það sé ekki bara á ábyrgð Íslendinga, íslenskra stjórnvalda eða hins opinbera að við setjum nýtt fólk inn í þetta nýja málumhverfi, að við hjálpum þeim við að taka upp íslenska tungu. Þetta sé á þeirra ábyrgð, ekki síður. Já, ég á nú aðeins vanséð með þau rök. Ég held, sko, það er alltaf einhverja undantekningar, en ég held að þorri þess fólk sem hingað flyst og vill búa hérna, það sé jákvætt gagnvart landi og þjóð, enda líkur það svolítið í hlutaris eðli. Þeir sem ekki vilja þá líta bara á þetta sem tímabundin stað, maður getur skilið það að það sé kannski ekki mikil vilji til þess að leggja mikið á sig, en það, fólk er líka fer við fyrsta tækifæri og við þurfum ekki að eyða miklu púðri í það, en hinir, ég held að þetta sé bara ekki rétt. Auðvitað má finna einhverja sem að gefa bara skít í þetta allt saman, en það eru undantekningar, held ég. Og síðan er það hitt að mér finnst líka að það eigi að vera hluti af því að bjóða fólk velkomið, að bjóða þeim upp á kennslu í tungu og menningu þeirra þjóðar sem að byggir þetta land. Já. Þau ætla að slást í hópinn, þá eigum við að bjóða þau velkomin með þessum hætti. Já. Og ég get ekki ímyndað mér annað en mikill meirihluti taki því vel. Mér langar að drepa einu núna sem er með rétt og rangt. Já. Eða eitthvað sé afstætt. Að sko það er örugglega frekar stutt á milli mín og þín í aldri. Já. Og þegar maður lærði íslensku fyrst í grunnskóla og síðar í einhverjum öðrum menntastofnunum þá bara rétt og rangt. Já, já. Menn voru ansi uppteknir af þágufallssýkinni og svona. Í vaxandi mæli svona mínir viðmælendur þeir hnippi í mann á götuhorni og segja mér finnst einhvern veginn með íslenskunni það er allt orðið afstætt. Já, 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 já. Tengirðu við að þessi snúningur ef réttir að hann hafi orðið að er þetta eitt af því sem að við hefðum átt að sinna vaktin okkar betur á? Jú, en það er náttúrulega svo erfitt að vera alltaf með einhverja lögreglu aðgerðir og leiðrétta, það er hvimleitt að vera sífellt að pekja í fólk út af þágufallssýki. En það er sjálfsagt að gera það svona bara svona kurteislega og allt í lagi og sko hefðin er hér fyrir þolfalli en ekki þágufalli og bara svona fólk gera svona benda fólki á það vegna þess að það er munur á þolfalli og þágufalli. Þolfall felur í sér hreyfingu, þágufall er meira svona kyrrstaða sko. Þú ert í skólanum en þú ferð í skólan til dæmis og það er bara svona fróðleiksmóli en í svona hinnu stóra samhengi er allur eltingarleikur við slík smáatrið vegna að þegar við erum að horfa á sko, hvort að málið haldi velli þá er þetta svo fullkomin aukaatriði að mér finnst að maður get ekki verið að eyða miklu púðri í það sko. Nei.
Við erum komin á allt annar stað. Já, ég kannski ekki bara að tala þetta. Ég man til dæmis að þegar ég las íslensku til samræmdra prófa, hefur sannlega verið 1980, þá voru fyrstu merki að einhverjir Íslendingar væru farnir að segja með minnra dæmið hafi verið það var barið mig. Já. Í staðinn fyrir ég var barinn. Já. Og ég man eftir, sem sagt, mjög svona ákveðnu viðhorfi til þess að önnur málsgreinin tæk, hinn ekki. Önnur röng, hinn ekki. Já. Mér finnst í seinni tíð að alltaf þegar einhver ætlar að tala þessar breytingar, þú ræðir handritið þín, hvernig við breytust hægt og rólega. Og mér finnst alltaf þegar einhver er að nefna einhverja þróun í þessum efnum og breytingu, þá kom einhver málfræðingur og skrifi þetta allt í lagi. Já, ég skil hvað þú áttu við, og þetta svona, þetta var talið að menn hafa látið reka á reiðanum og menn sem að töluðu, sögðu að kannski þá halsíki væri bara allt í lagi, voru kallaði reiðareksmenn. Helgi Hálfdanarson hafi komið með þetta. Og ég held að menn hafi bara, þetta bara eins og í öðru, þú eru að velja slagina. Þú tekur þá slagi sem þú heldur kannski þú getur unnið og skiptir máli, en þetta sé þá einhver slagur sem að tekur því ekki að eyða miklu púðri í. En tekur einhver slagin í dag? Nei, það voðalega lítið, það Og á það ekki þátt í þessu? Jú, það það sem ég svolítið að lýsa eftir að, fjölmiðlar, svona fjölmiðlar sem við getum gert kröfu til, þeir verða að standa sig betur. Mér finnst ekki hægt að setja texta inn á hefðbundna fjölmiðla sem eru jafn slappir og þeir eru oft, og bera þess merki að það eins og engin yfirlestur sé þarna. Það er óboðlegt. Þarna verðum við að gera meiri kröfur. Já. Samanber það sem að þú hefur verið að nefna hérna, þá skildi maður ætla þegar við getum báðir speglað þann veruleika að táningar segi það að enskan sé þeim tamari. Þeim finnist auðveldara að tjá sig á ensku. Og svo þýðar þetta yfir á eitthvað trafl og tjá sig svo við mann á íslensku. Já. Skildi maður ekki ætla að margar litlar þjóðir hefðu bara efnt til stór átaks, þjóðar átaks á tímum sem þessum? Jú, og það sem ég hef líka reynt að benda á er að við erum sem smáþjóð, við eigum allt okkar undir tungumálinu. Við erum sjálfstæð þjóð út af tungumálinu. Það voru megin rök sjálfstæðisbaráttumanna. Það voru skírskotanir í tungumálið og okkar samfelldu sögu sem rituð á þessu máli og þessari tungu sem eitt sem var töluð á öllum Norðurlöndum. Hún varðveittist hér vegna þess að hér var Íslendingar voru ritóðir sífellt að ég held að það er ekkert marga þjóðir sem eiga sögu sína alveg frá upphafi landnáms ritaða á tungumál sem enn er talað. Ritóðir? Já, þeir eru alltaf skrifandi og af einhverjum ástæðum og þetta er einstakt. Og ef við töpum þessu niður, þá er það, finnst mér, þá erum við að tapa svo við erum ekki bara að tapa allri tengingunni við sögu okkar og fortíð og menningu. Við erum líka að tapa sjálfum grundvelli þess að kallast sjálfstæð þjóð. Hver verðum við ef við tökum bara upp ensku eins og margir vilja? Við verðum bara eins og einhver verstöð vegna þess að mjög fljótt mun fenna yfir öll menningarsporin. Og hví skildu menn þá alltaf vilja búa hér ef engin menning er? Er það vegna þess að inn í sérhverju tungumáli sé ákveðin heimspekileg hugsun? Já, og svona þráður. Já. Það er samfellt frásögn lífið í þessu landi alveg frá því alveg frá landnámi. Við eigum þessa sögu alltaf skráða og við getum lesið hana og það sem meira er
að skona með góðum hætti hægt að lesa handrit sem voru skrifuð á 13. öld. Já. Það, ég efast að nokkur önnur þjóð geti það. Nei, ég held við séum líka og þetta líka vegna þess hvað tungumálið vel varðveitt og hefur breyst lítið, þá hún er svo gagnsæ, merkingarlega gagnsæ, sem gerir íslenskuna svo þægilega til þess að búa til ný orð. Nýyrðasmíð á íslensku er mjög svona, íslenskan er mjög þægileg til nýyrðasmíðar og samanber öll þessi fínu orð sem að menn fara að búa til og kannski alveg frá Jónasi Hallgrímssyni á 19. öld. Hafði hann áhyggjur af stöðu íslenskunar? Já. Þetta er ekki nýtt. Ef ég man þetta rétt, þá voru 2 svona lærdómsskólar á Íslandi á 18. öld, annar í Skálholti og mér minnir það bara í svona kringum miðja 18. öld að þá hafi skólameistarinn í Skálholti lagt til að Íslendingar tækju upp dönsku vegna þess að danskan var þá tungumál valdsins. Já. Og það var erfitt að eiga við valdhafa sem skildu ekki tungumálið. Og hvað við að vesenast með þessa íslensku, við skulum bara taka upp dönsku. Þetta auðvitað sömu rök og fyrir bankahrun þegar bankastjórarnir sumir voru að tala að íslenskan væri bara að þvælast fyrir þeim, sko. Já, og enska náttúrulega orðið tungumál í sumum háskólum hér innanlands. Já. En þeir vildu þetta, ef ég man rétt, að því að þá átti náttúrulega Ísland að verða svona einhver alþjóðamiðstöð í fjármálum. Alveg rétt. Og þá segir sér svolítið íslenska var bara til trafala og bæri að leggja hana til hliðar. Já. Það var nú ekki sem betur fyrir. Nei. En þú sem sagt bara deilir þá með mér þeirri hugsun að þetta er menningar gersemi. Já. Ég held að við sem og þeirra skoðunar, við sem erum fædd á þessari eyju, að við höfum 2 skyldur umfram aðrar. Okkur er falin það er þessi verðmæti, sko, íslensk tunga og náttúran. Já. Og okkur ber að gæta þessara 2 gersema. Já. Og það er nú gaman, sko, maður sér að það hefur orðið vitundavakning í sambandi við náttúruna, meðal annars þökk sé útlendingum sem hingað komu og bent okkur á hvað þetta veri merkilegt. Mjög góða punktur. Og svo nú telja menn, sko, að útlendingarnir séu hættan hér fyrir tungumálið. En ég segi, getur ekki verið að það sé þveröfugt, getur ekki vel verið að þeir útlendingar sem hingað komu sjáu, sko, hvað þetta er einstakt. Rasmus Rask var auðvitað útlendingur sem að olli nú þessari vitundavakningu á sín tíma, eða svona kom með þetta daldið, stofnaði bókmenntafélagið og hóf þessa endurreisn. Sko, ég heyri fólk lýsa áhyggjum af því að við innfæddir Íslendingar gætum endað sem bara þriðjungur þjóðar eftir eitthvað x mörg ára og eitthvað svoleiðis. En er það í sjálfu sér, sko, stærsta vandamálið? Væri ekki, ef þessi þriðjungur þjóðar héldi sinni tungu og fólki sem kæmi hingað, sem er þá 2/3 þjóðar, myndu læra þessi tungu, væri það ekki bara, skiptir það ekki meira máli heldur en einhver einræktun, tvímælalaust. Skilur það sannarlega, er það bara gott ef við fáum nýtt blóð og aðeins frískum upp á þetta kynstofnin, sko, en íslensk tunga er auðvitað miklu merkilegri. Hún er menningarverðmæti sem er óháð öllum kynstofna fræðum. Þetta er bara tungumál sem er einstakt. Og við erum auðvitað bara aumingjar ef við klúðrum þessu. Segi ég. En erum við ekki klúðrað þessu? Já, við erum svona eins og ef maður leggur mat á stöðuna eins og í hverjum öðrum fótboltaleik, þá erum við að tapa. En það er hægt að snúa vörn í sókn og þetta er bara undir okkur komið. Hvernig getum við gert það? Þetta er undir okkur komið, sko. Vilji er allt sem þarf. Og mér finnst að það er svona vandi svolítið herslumun upp á að Íslendingar svona svari því afdráttarlaust. Já, við skulum efla íslenskuna, við skulum halda íslenskunum, við skulum gera hana að því máli sem við tölum. Ef við svörum því játandi, sem ég vona, að þá þurfum við þetta að gefa í á öllum vígstöðum. Það þarf að efla svona allt ritunarstarf og styrki og
sjá til þess að bækur séu skrifaðar og bækur lesnar og íslensku kennsla þar með talið, innflytjenda kennsla, hana þarf að stórefla og öllum sviðum. Já. Og ég lít svo á að það vil mig alveg líta á þetta sem fjárfestingu. Og þetta er fjárfesting í framtíðinni. Já. Sko, ef þetta væri sjávarútvegsauðlindin okkar, já, þá væri sennilega hægt að fá einmitt miklar fjárhæðir, mikla styrki, mikla peninga. Já. En það hefur hann kannski gömul og ný saga að það er erfiðar að fá hérna styrki og skilning til hérna svona bara sem að taka mun á hugvísindadeildum og félagsvísindadeildum og svo oftur raungrendadeildum. Já. Svona hérna það er smá stöðumunur þarna. Já, en ég held að þarna við aðeins breyst, við erum alltaf svo ung þjóð, þjóðir sem að hafa átt siðmenningu í mörg hundruð ár, þær gera miklu meira fyrir sína menningu vegna þess að þar er svona, þar hafa menn bara reynsluna og ég held að svona smám saman munu okkur mið áfram, við sjáum verðmætin í þessu og ég held að ég einhvern veginn vil trúa því að þetta eigi að þarna eigi allir að geta lagst á árar sko. Það eru 10 ár síðan hérna, það var mikil umræða stöðu íslenskunnar og ég las grein sem að Eiríkur Rögnvaldsson birti í Skírni, hygg ég, og hann er svolítið fyndið að ritstjóri samstöðurinnar Gunnar Smári Egilsson virðist nú hafa verið í ákveðnu öndvegi upphafi þeirra rökræðu. Hann skrifar sem sagt þá greinina íslenskan er að deyja og samfélagi með. Hann segir þegar maður pælir í því er augljóst að íslenskan mun deyja út á næstu 50-70 árum allavega sem fullburða tungumál í fjölþættum samskiptum. Já, hann kveður sterkara orð en ég. Já, hann gerir það nefnilega. En þá reisu náttúrulega menn margir upp og til dæmis Tryggvi Gíslason, minn gamli skólameistari á Norðan, hann sagði að spárum yfirvofandi dauða íslenskunar hræðslu áróður og hann skrifaði pistil sem að birti á bloggsíðu og vefritinu Eyjunni 2015 að íslenstunga hefði aldrei staðist sterkar sem lifandi þjóðtunga í margskipti þjóðfélagi en nú. Og Pavel Bartosek, starffræðingur sem nú er honum þingmaður, hann tók undir þetta og þá var einmitt, sko, það er vitni til þess að Rasmus Rask, eins og þú nefndir hafi spáð ránglega fyrir dauða íslenskunnar fyrir 200 ára. Já, sko, það var misskilningur á Rask, vegna að Rask sagði verði ekkert að gert og ég segi það líka, verði ekkert að gert, þá voru þetta tungumál búið eftir 100 ár. Já, sko, það sem að olli því að ég svona fór að tala um þetta það daginn var fyrst og fremst að ég vil að menn horfist í augu við veruleikann. Það er bara lykilatriði. Við erum ekki alveg að því, finnst mér. Ég held að menn átti sig ekki alveg á því frekar en þá hver þróunin er. Hún er bara í þessa átt. Hún er niður. Lestur fer hrattminkandi og lestur á íslensku enn hraðar minkandi og það endar bara á einn hátt og líka þegar unga fólkið er farið að tala ensku til þess að tjá sínar innstu tilfinningar það endar bara á eina leið. Verði ekkert að gert og það er auðvitað, þess vegna þurfum við að spyrja viljum við þetta eða viljum við þetta ekki. Ef við viljum þetta ekki þá er þetta bara allt í lagi, þá bara deyr þetta. Já. Mér finnst líka svolítið tilhneiging að þegar við ætlum að víkja sjónum okkar að einhverjum gulum ljósum og eitt þeirra er kannski að Halldór Laxness það heyri til undantekninga ef einhver les hann núna í framhaldsskóla landsins að sko sú umræða hún sneri strax til þess sem að hefði þurft að gerast áður og svona og alveg kannski sumpart réttilega en sko já, þú segir að við höfum verið ritóð og þess vegna hafi tungumálið lifað
við erum talóð í dag, kannski meira frekar en það samt svona ákveðin fælni finnst mér að við erum bara að tala en við erum ekkert að gera. Nei, það við erum þrætugjöld þjóð og svona, sagði ekki Halldór Laxness þetta einhvern tímann að menn geta rifist smáatriði alveg út í þá óendanlega en svo setur menn hljóða þegar kemur að kjarnamáls. En þann talaði titlingaskítin. Já. Og þú sér það, hvað töluðum við ekki 30 árum staðsetningu Landspítalans áður en nokkuð fór á stað, sko. Stundum þarf bara að segja, heyrðu, nú erum við búin að tala, nú skulum við fara að gera eitthvað. Og það kannski ein ástæða þess að ég tek aftur til máls frá þarna 2006, sko, að síðan hefur þróunin bara verið niður og náttúrulega mjög hratt niður eftir samfélagsmiðlana. Já. Og þannig, sko, það svolítið líka að lesa góðan texta. Ég svona aðeins ágjörð því að sko fólk fari á mis við þetta, unga fólkið, sem að okkar kynslóð og þessi upplifun að lesa góðan texta, Halldór Laxness eða eitthvað annað, að sko það svo mikil nautn. Já. Og það svo gaman. Tungumálið okkar aðal verkfæri. Já. Og við þurfum að kunna á það. Já. Til þess að geta notið þess. Já. Og þess vegna þurfum við að stórefla alla kennslu og allt sem tengist íslenskri tungu. Já. Og ég held að bara við verðum að gera það sem fyrst. Tungumálið dýpkar vitund manns. Já. Og gerir manni kleift að fá hugmyndir og takast á við verkefni. Stundum segja sérfræðingar að það sé ekki rétt að íslensk ungmenni lesi svona lítið, þau séu bara að lesa allt annað. Já. Og þá til dæmis vísa til allra þessara stuttu texta á samfélagsmiðlum og svona. En það ekki eitt og út af fyrir sig bara allt önnur neysla? Það allt önnur neysla og eins og vorum að segja þá þessi íslenska á svona samfélagsmiðlum og fjölmiðlum, hún alls konar, hún mjög víða ekki góð. Nei. Og það auðvitað ekki góð, sko. Þannig að jú, það alveg rétt. Þetta áhyggju efni. Já, einhvern veginn áhyggju efni án þess að ég nefndi afstæðishyggju áðan, sko, þetta svona ping-pong-bolti, þetta fer á milli en og það yfirleitt alltaf einhver sem kemur með mótrök, sko. Já, ég sé ekki mótrökin í þessu nema við segjum bara þetta má allt fara til fjandans, sko. Já. Íslenska má bara deyja, en sko í svona tungumálafræðum og svona heimspeki oft sagt að það sé bara á móðumálinu sem þú getur tjáð þínar dýpstu og innstu hugsanir og tilfinningar. Já. Þegar unga fólki farið að tala enskuna til þess að gera þetta, fyrir mér það sko gult ef ekki appelsínugult ljós, viðvöruna ljós. Og það segir manni bara stöðuna. Það segir manni stöðuna. Það þýðir að íslenskan ekki lengur töm. Nei. Þessari kynslóð. Og þá þurfum við að gera eitthvað í því ef okkur finnst að það eitthvað að gera í því. Svona afleitt skilaboð sem við sendum unga fólkinu með byltingunni í ferðaþjónustunni. Hve mörg skilti á ensku. Já, það náttúrulega einhver smáþjóða komplex og minnimáttakend sem brýst stundum út og svona plebbagangur líka að geta ekki, það sama hvað þú kemur í heiminn, það alltaf, þjóðtungan alltaf í fyrsta sæti. Menn að koma hingað til Íslands meðal annars út af sögu okkar og menningu og menn að koma hingað til þess að sjá hana, kynnast henni og þá bjóðum við bara upp á ensku. Þetta ekki merkilegt. Ef við leggjum þetta allt saman, sko, það internetið, það samfélagsmiðlarnir, það 20% þjóðar á erlendu bergi brotin, það ferðaþjónustan sem flytur inn á 3 milljón fólks sem heimsækir okkur. Og þær menningarbreytingar sem hafa fylgt í, meðal annars þessi skilti og
og sá málheimur sem við hömpum sem enski og við vorum örfá og við vorum einangruð og við höfum skrifað okkur í gegnum þetta og þannig lifði tungan en sko það eiginlega engin leið fyrir heldur bara fólk sem hlusta á okkur að ímynda sér að íslenskan lifi nema þá eins og þú segir sko með einhverju mjög róttæku viðbragði. Sko það að íslenskan sé ennþá þó svona sterk, það sýnir hvað hún sterk og þess vegna þessi leikur ekki tapaður. Við getum ennþá snúið þessu við getum girt okkur í brók og staðið í lappirnar og allt það og brett upp ermar og reynt að svona sína tungumálinu og menningunni þá virðingu sem hún á skilið og þá verður allt miklu auðveldara og þá ber fólk miklu meiri virðingu fyrir okkur, fyrir vikið. Þá lyftist allt upp. Já. Það mín menning. Þannig að sko sýn þín á mikilvægi íslenskunar hún ekki bara romantísk, þetta bara... Nei, alls ekki. Þetta grundvallar tæki. Já, og sem sé, þetta ekki bölmóður vegna þess að, eins og ég segi, íslensk menning og íslensk tunga sterk. Já. Annars væri hún auðvitað löngutöpuð. Hvað 300.000 manns? Hér koma á 3 milljón ferðamanna hverju ári. Þetta er mikil hættumerki í svona samkvæmt öllum svona fræðum. En sko það sem ég að sko vara við því að menn taki það sem eitthvað náttúrulögmál að íslenska lifi. Það bara alls ekki náttúrulögmál. Þvert á móti eru ýmis merki að henni sé að hnigna og að það sé að þess að fjara undan. Og okkur ber að taka það alvarlega. Hverjir hafa helst brugðist á vaktinni? Þú nefndir áðan að háskólana, manni dettur nú líka bara í huga að grunnskólarnir. Já, ég held að svona, maður verður svona að segja kannski, menn hafa dálítið sofið á verðinum, sko. Meðal annars út af einhverju romantík. Menn hafa sagt, sko, íslenskan hefur lifað alltaf hingað til og hún mun lifa það, gera það áfram. Við lifum í svo gerbreyttum heimi að þau rök eiga ekki lengur við. Íslenskan getur dáið eins og önnur tungumál smáþjóða sem að hverfa á hverjum degi. Ég sá einhverja statistík frá UNESCO einhver tíma sem var mjög sláandi og ég ekkert að íkja það tungumál að hverfa á hverjum degi. Og svona einhverja mállýskur og með því hverfur oft heil menning og menningarsaga. Það geti líka farið fyrir íslenskunni eins og dæmis í Wales. Já. Að velskan lifir, en hún lifir samt aðalega svona í efri lögum samfélagsins. Og hún svolítið notuð sem stéttatæki. Já. Ég vil forðast þessi örlög og geilískan líka. Þetta er talað í vissum svona í mitt kemum. Það getur vel orðið örlög íslenskunar en mér finnst það ekki góð mynd sem þá blasir við. Það ekki góð örlög. Það hræðileg sviðsmynd. Við viljum hafa íslenskuna sem lifandi tungumál sem notuð af öllum. Og bara af því að hún saminar svo mikið. Já. Það alveg hárrétt. Af hverju stökkum við öll sem einn maður í að bjarga fólki í náttúruhamförum? Ætlaði getur hún ekki að skipta aðeins máli að við eigum bara svo auðvelt með að miðla hugsun og skilabóðum? Alveg hárrétt og við erum, sko, íslenskan þannig sem nú dálítið merkilegt út af fyrir sig að hér sko mállýskumunur hverfandi. Það einhver smá framburðarmunur, nollenskan og þetta. En með að við hvað við vorum lengi fá og dreifbýlið náttúrulega rosalegt þá það mjög merkilegt að það sé ekki meiri mállýskumunur. Hann bara nánast engin. Í Noregi sko mállýskumunur á milli fjarða og ég held að sé 200 mállýskur eða eitthvað í Noregi. Þetta sýnir líka hvað íslenskan saminandi og merkileg. Já. Næst yngsta barnið mitt 17 ára gamalt. Það segir mér að það sé ákveðin stemning fyrir íslenskunni á ný inn í
efri bekkjum grunnskóla og framhaldsskóla sem hann sækir núna og það sé svona umræða á meðal unga fólksins að það sé ekkert mál að vera góður í ensku. Nei. Sem auðvitað misskilningur. Já. En það sé miklu erfiðar að verða góður í íslensku. Já, sko, við ættum auðvitað að reyna að beita upp í þennan vind, sko. Það er gaman að heyra þetta, ég þykir skynja þetta líka, að sko, íslenskan þarf náttúrulega að verða bara svona dálítið töff og svona efla svona keppniselementin í Íslandi. Bara íþrótt að bjarga. Og enda var íþrótt vammi fyrst, var sagt hérna einhvern tímann, sko, að yrkja á íslensku og svo framvið, sko, þetta er svona kapp. Auðvitað þetta sem ég á við, það þarf svolítið viðhorsbreytingu gagnvart íslenskunni. Taka hann upp úr kjallaranum og gera hana svona, sína henni virðingu og notana nummer 1, 2 og 3. Já. Svona rétt í lokin, þú skrifaðir frábæra ævisögu Jónas Hallgrímsson sem ég las ein jólin mér til mikillar ánægju. Takk fyrir það. Hvernig litist honum á blikuna? Myndan... Hann væri alveg hreint með reittan nefan ef ég þekki hann rétt. Jó, mikill keppnismaður og baráttumaður og það voru þeir Fjölnismenn sem tóku upp þetta merki íslenskunar og náttúrulega með Sveinbjörn Egilsson á undan sér og fleiri góða menn sem skiptu gríðalegu máli. Sveinbjörn þýði Biblíuna og þetta svakalega fallega mál, Hómerskviður. Þeir voru að færa erlenda hámenningu og góðan litteratúr yfir á frábæra íslensku og líka það bara að menn töluðu íslenskuna, ekki dönsku. Finnst þér að stöð eins og samstöðin, fjölmiðl eins og samstöðin ætti að vera bara með vikulega umræðu þetta efni? Það sjálfsögðu, það væri vit í því og aðri fjölmiðlar mættu svona taka það upp eftir ykkur, sko. En þetta er grafalvarleg stað. Já, þetta er samskiptatæki meðal það er eitt af hlutverkum tungumáls. Tungumál er ekki heldur bara samskiptatæki en það er eitt mikilvægasta hlutverkið og við þurfum að læra að tala betur saman á íslensku. Akkurat. Ég er að velta þessu fyrir mér að setja þetta bara á dagskrá eins og hverja aðra hamfara ógn. Bara eitthvað steðjar að eins og hamfara ógn. En hún er sko sköpuð öðrum þræði af mönnum sem að gefur okkur þá vona það sé að snúa yfir blaðinu. Já, einmitt. Auðveldur að eiga við þetta en jarðskjálfta eldgos. Heyrðu, það búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við þig, Páll Valsson. Sömuleiðis. Kæra þakki fyrir komuna. Takk, sömuleiðis. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér eftir andartak með nýjan kafla. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við ætlum það má kannski óbeint segja að við ætlum að halda áfram umræðu okkar hérna áðan stöðu íslenskunar og unga fólkið. Mér barst til eyrna að 15 ára drengur, nemandi í 10. bekk við Hagaskóla í Reykjavík, hefði unnið til verðlauna í ljóðasamkeppni og hann var til í að koma hér að rauðaborðinu og spjalla við mig kveðskapinn og hann sjálfan, lífið og tilveruna og ég efast ekki að einhver hluti samtalsins mun snúast stöðu íslenskunar í einni eða annarri mynd en vertu velkomin Aron Elí Arnarsson. Takk fyrir. Og til hamingju með fyrstu verðlaunin. Við erum að tala sem sagt hérna hvað árlega keppni sem MS efnir til. Já, alveg satt. Já. Og hefur þú áður tekið þátt í einhverjum svona keppnum? Nei, ekki fram að þessu. Nei. Ég tók einhvern tímann þátt í einhverjum svona smá sagnakeppni en aldrei ljóða tengt, sko. Nei. Hvenær byrjaður að yrkja, manstu það? Stutt síðan? Jú, það hefur verið fyrir frekar stuttu síðan. Ég hef svo sem kannski verið að yrkja sko ekki hálfneinum bragháttum fyrir stuttu sko, það sem ég byrjaði svona virkilega að velta þessu fyrir mér og já.
verðlaunaljóðið þitt formað, það formgert? Nei, nefnilega ekki. Það er svona, meira svona atomljóð, svona frjálst. En ég er oftast að skrifa, myndi ég segja, ferskeytlur. Þú ert oftast að skrifa ferskeytlur? Já. Er það cool í dag? Ég held að myndi ekki teljast mjög cool, nei. Ég held að sé ekki margir kannski í 10. bekk sem eru mikið að dunda sér við það, sko. En hvað er það sem að kyndir áfram þann áhuga þinn? Það er sko góðu vinur minn sem að í rauninni kynnti þetta fyrir mér, þessa braghætti. Hver er það? Hann heitir Baldur, þú svo sem veist hver það er. Og eftir það þá, það er bara svo gaman að halda í þessar íslensku rætur, finnst mér. Já. Náttúrulega að vera að fylgja einhverju svona. En svo er náttúrulega líka gaman af og til eins og í þessari keppni að skrifa bara eitthvað svona frjálst og leifa því bara algjörlega flakka einhvern veginn. Já. Hvað hefur þið fundist skemmtilegast að hugsa og skrifa hvað yrkir þau? Það er rosalega bara mjög svona mikið, myndi ég segja. Ég er mjög mikið að fjalla alls konar eitthvað svona eins og eitthvað svona alls konar ævintýri en líka alveg svona af og til eitthvað pólitískt stöff eða eitthvað þannig. En ég skrifaði eitt ljóð sem heitir Drísilkongur. Ég held að það gefur nú svona smá til kynna svona Drísilkongur? Já. Drísil er djöfull, ungur, er það ekki? Jú, svona púki. Púki, já. Já, nákvæmlega. Já. Og hvað varst að hugsa þá, segir þau? Bara eitthvað bull, sko. Það fjallaði þess að einhvern drísil sem að var að borða einhverja súpu sem var eitruð. Búið eitra fyrir honum. Já. En þú nefndir pólitík. Já. Ertu pólitískur? Mjög. Í hvaða átt? Ég myndi segja ég sé mjög vinstri sinnaður. Vinstri sinnaður? Alveg mjög. Hver vinstri sinnaður? Ertu kommunisti? Já. Ég held að sé alveg margir sem myndi segja það. Þú ert kommunisti? Já. Og er það annað sem að er kannski ekki alveg hefðbundið í skóla eins og Hagaskóla? Það er ekki margir allavega og mikið svona. Já. Kannski miklu fleiri myndi ég segja svona hægri sinnaðir. Já. Langar þig að jafna út þann mikla mun sem er á svona efnahagslegu og veraldlegu umhverfi okkar sem búum í heiminum? Já. Nákvæmlega. Félagslegt réttlæti. Ertu svona, já, þú brennur fyrir því? Já. Já. Það passar. Þetta svolítið magnað. Þú ert augljóslega sko ófeimin við að ganga aðra götu heldur en flestir í kringu því. Hvað heldur að skýri það? Það er góð spurning. Ég held að það sé nú alveg að mörguleiti uppeldinu að kenna. Já. Ég bara alin upp mjög frjálslindu umhverfi og bara alltaf bara tekið öllu sem ég geri bara vel, þannig að það er svona lítil hræðsla við að gera bara það sem mér þykir best. Já, þú getur algjörlega verið þú sjálfur. Nákvæmlega. Við verðum að fá að vita hverjir foreldraðinir eru, hvað þeir heita. Já, mamma mín heitir Svandís Katla Sveinsdóttir og pabbi minn er Arnar Pétursson og það minn er sagt næstum því verkfræðingur. Náði ekki alveg að klára námið og pabbi minn er kennari í Hagaskóla. Nú pabbiðin er kennari í Hagaskóla? Já. Hvað kennir hann? Ensku, 10. bekk. Já, einmitt. Pabbiðin kennir ensku. Mamma henn var langt komin í verkfræði þegar hún veiktist. Já. Náði ekki að klára. Nákvæmlega. En þú yrkir á íslensku. Já. Og fyrr var ég að ræða við mann viðkvæma stöðu íslenskunar, hvernig hún er að eyðileggjast og geti horfið okkur út af enskunni. Ertu með einhverja skoðun á því hvernig við getum snúið vörn í sókn? Já, ég held að þetta sé nú að hluta til vegna þess að mér finnst ekki vera nógu mikið af
fjölskyldum að tala við börnin sín lengur. Mér finnst það eru mjög margir sem eru bara kannski að eiga lítil samskipti við foreldra sína og þá er náttúrulega létt að leita í einhvern iPad eða síma og þá ertu komin á netið þar sem þú bara taka inn enska miðla og létt að gleyma sér svolítið í einhverju svona. Þannig að foreldrarnir þurfa að taka meiri ábyrgð á þessum samskiptum. Ég myndi segja það, en náttúrulega ekki bara það. En það er nú eiginlega ekki hægt að kenna börnunum þetta. Nei, ég myndi ekki segja það. Það er náttúrulega, þá væri þetta ekki að gera svona mikið, finnst mér, eða svona stöðugt. Já, en þú sem sagt ert með áhyggjur af þessari stöðu. Jú. Og þið pabbiðinn enskukennarin, deilið þið þessum áhyggjum? Já, ég meina, pabbi minn er náttúrulega mjög góður í íslensku og við höfum alltaf verið að tala mikið. Ég meina, já, ég held að þetta sé alveg mjög svona venjulegar áhyggjur, eða ég held að þessu flestir sem að elska þetta tungumál sem að deili þessum skoðunum, sko. Já, og þú og jafnaldrar þínir, ræðið þið þetta stundum? Allavega einhverjir jafnaldrar, en svo er það náttúrulega bara mörgum sem gæti ekki verið meira sama. Já. Sem eru kannski meira í þessum flokk að vera verið í íslensku og ég meina, þetta er náttúrulega flókið tungumál, ég ætla ekki að halda henni öðru fram, sko. Nei. En það er eitthvað að krakkar á þínum aldri, kannski aðeins eldri, að þeir segi manni að þeir hugsi á ensku og þýði svo enskuna yfir á íslensku og tjási svo við mann á íslensku. Það eru dæmi þetta. Í okkar umhverfi núna, sko. Já. Það þykir mér ekki alveg nógu gott, sko. Nei, það er ekki góða fréttir í mínum huga. En sko, Aron Elí, nú þegar fyrst ekki hellinga peningum fyrir að vinna þessi ljóðasangjarni? Jú. Hvað veist þið, 300 skall? Það passar. Já. Og er það ekki alveg meira háttar hvatning fyrir þig að halda áfram að yrkja? Jú, alveg 100%, sko. Já. Ég finnst það að fá svona mikið pening fyrir bara að skrifa eitt lítið ljóð, ég meina, hvað ætlum maður að fá að maður haldi þessu áfram? Þetta hlýtur að hafa verið gott ljóð. Jú. Og það sem ég langan að þú gerir núna, þú ert með ljóðið það ekki í símanum þínum eða þú manst það ekki? Jú, það passar. Og ertu til í að mæla nú ljóðið af munni fram, verðlauna ljóðið í þessari MS keppni? Jú, ég er til í það. Takk að þið fyrir. Að vera ég að tala í bíómyndum, út á landi, dástað kindum, leiðrétta með harðri hendi, skondin ljóð á vini sendi. Út að labba, lengi vel, gleyma úlpu, frjós í hel, í sinfoníu, slá á strengi, veri í sturtu allt og lengi. Að vera ég, ómögulegt, sérstakt, skrítið, djöfulegt, skrítilegur, bagalegur, algerlega agalegur. Að vera ég er einmitt það, ekki hægt að skilgreina hvað, óendanleg hringrás efna sem saman öll að gleði stefna. Þetta er frábært. Já, takk fyrir. En þarna ertu með rím og þú ert nú heldur betur að halda saman þessu ljóði inn í ákveðnu formi, sko. Já, nákvæmlega. Já. Kannski ekki svona mjög stramt, en nei. Ég reyna að halda allavega svona einhverju formi. Já. Þetta er fyndið, en það er líka þarna einhver þráður undir. Nákvæmlega. Já. Hvernig myndir þú sjálfur svona lýsa hugmyndið þín með hugsunum eða kjarna þessa ljóðmáls? Ég myndi bara segja að þetta er náttúrulega svolítið svona fjallar lífið mitt. Þetta er náttúrulega svolítið svona út allt. Menna sérstaklega þarna þessi fyrir 2 erindi. Bara svona allskins svona einhverju litli bútar úr lífinu mínu. Og svo þarna í lokin er ég í rauninni finnst mér svona að binda þetta allt saman. Af því að það var náttúrulega spurningin var hvað er að vera ég og ég held að sé helviti erfitt að fara einhvern veginn að skilgreina það þegar það er svo svona stórkostlegur hlutur eða svona. En það sem er líka svo gott við þetta ljóð er að þetta er náttúrulega grundvallar spurning og ekki síst krakka á þínum aldri. Það er nú að fæðast hjá þér sjálfsmyndin, hver er ég? Hún er náttúrulega orðin til áður en hún er ekki að fæðast en þetta skiptir óbúslega miklu máli núna á
á þínum tímapunkti. Nákvæmlega. Hver er ég? Þetta er rosalega stór spurning því þú ert einhvern veginn að leysa úr þeirri flækju til framtíðar. Hvað ætlar að gera, verða, í hvað ætlar að setja tíma inn? Nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Það er alveg, og náttúrulega einmitt, örugglega mikilvægt að fara að velta þessu fyrir sig núna. Já. Svona þegar maður er að fara í menntaskóla og... Já. Og kom þetta hratt? Varstu lengi að semja þetta? Sko, það hljóma kannski svolítið fyndið, en ég held að það hafi kannski tekið mig 20 mínútur að skrifa þetta. Í alvöru? Já. 300 skall fyrir 20 mínútur? Já, ég meina það er helviti góður. Sko, einmitt, það sem er kannski svolítið svona fyndið við þetta, ég skrifaði þetta ljóð eftir að ég var búin að vera í sturtunni allt og lengi. Ég var örugglega í sturtunni í 40 mínútur að skrifa þetta. Eða þú veist, allavega var þar að velta þessu fyrir mér, þannig að smá svona auka fróðleikur. Það er til fullorðið fólk sem er 5 ára að skrifa bók og hún kemur út og það kaupa bókina 150 Íslendingar og þeir fá minna en 300.000 krónur í sinn hlut fyrir 5 ára vinnu. Já. Þannig að þetta er svolítið vel gert hjá þér, svona í kapitalísku tilliti. Nákvæmlega. Hvað segir kommunistinn við því? Ég segi bara, það er nú eiginlega bara ennþá fyndnara að vera kommunisti og vera... Já, er það ekki? Jú, og vera að græða eitthvað svona alvörinu pening, það finnst mér bara að fyndið, sko. Hvað ætlarðu, þú hefur fengið þarna hvatningu eins og við rætum áðan til þess að halda áfram að skrifa, en ertu búin að ákveða hvað ætlarðu að verða þegar þú verður stærri? Svona nokkurn veginn. Það er kannski svolítið, eins og ég segi, svolítið svona fyndið, en mér langar helst að fara í læknisfræði. Já. Svona, ég held ég mun alltaf vera stund einhverja svona list með. Já. En ég held að mér langi ekki að verða atvinnu listamaður. Nei, en þér gengur vel í starffræði þá. Já. Og gengur bara yfir höfuð vel í skólanum. Já. Já, ég myndi segja það. Pabbiðinn kennari náttúrulega sér til þess, er það ekki? Jú, það er einmitt, þegar ég fæ lélega einhvern þá er hann mættur til skólastjórnans. Nei, já. Einmitt. Og í 10. bekk, lífið allt framöndan, ertu búin að velja þér framhaldsskóla? Ég held ég ætla að fara í MH. MH? Já, ég held að það er svona frekar safe. Já, safe, já. Valkostur. Já. Og svona mikill fjölbreytileiki og svona hægt að púsla þessu saman bara eins og maður vill hafa það. Einmitt. Listaspírurnar fara oft í MH. Já, nákvæmlega. En verðandi læknar örugglega líka. En þú ætlar semst að vera svona með báða fætur á jörðinni á sama tíma og þú ætlar að gefa þig að listinni. Nákvæmlega. Já, þetta hljóma bara eins og ansi gott plan. Já, já. Ég vona það, ég vona þetta hefnist bara allt saman. Einmitt. Og ef þú myndir halda áfram að yrkja núna, eru svona einhver sérstök yrkisefni sem að þér finnst að skipti meira máli að ávarpa, svo maður noti nú þá leiðilegu sögn? Já, nákvæmlega. Já, ég meina, ég held ég muni nú alltaf að halda mér í pólitísku ræturnar, ég meina, mér finnst það vera mikilvægara núna heldur en bara efer, sko. Já. Það er náttúrulega bara vaxandi alls konar eitthvað leiðilegt stöf allstaðar í heiminum, þannig að ég held að það er pínu svona upplifurðu framtíðina svolítið óvissa kannski. Já, ég myndi alveg segja það bæði hérna á Íslandi og erlendis, sko. Já. Það er náttúrulega svolítið svona með náttúrulega bara svona Trump og eitthvað, maður er svona ekki alveg viss um þetta allt saman, sko. Það er alveg rétt verið. Það er bara ansi margir sem eru mjög hugsi yfir þessu öllu. En svo sagði Laxness, Halldór Laxness, hefur þú lesið eitthvað eftir Laxness? Nei, ekki hann sagði að þrátt fyrir allt þá hefðu hlutir tilhneigingu til þess að fara bara ágætlega og jafnvel betur en við sæjum fyrir. Já, mitt, og það hefur náttúrulega upp að þessu hefur ekkert eitthvað svona hefur alltaf einhvern veginn svona nokkurn veginn hefnast, þannig að gætu nú verið eitthvað vitið því, gætu nú verið eitthvað vitið honum Halldór Laxness. Íslenska heimspekin þetta reddast. Já. Það er nú margt verra en það. Já, nákvæmlega. Já. En Aron Elí Arnarsson, það er búið að vera sönn ánægja að fá að kynnast þér lítilega hér við Rauðaborðið. Stór skemmtilegt ljóðið þitt
og þakka þér kærlega fyrir að koma hér og lesa það upp fyrir okkur hlustendur og áhorfendur Samstöðarinnar og gangi þér allt í haginn í framtíðinni. Bara takk kærlega fyrir. Bara takk fyrir mig. Og með þessari rúsínu í pilsuendanum kveðju við ykkur hlustendur og áhorfendur góðir. Ég vil þakka öllum viðmælendum við Rauðaborðið í kvöld, okkar tæknifólki og öðrum þeim sem sýna okkur velvild og hlýhug. Ég vil þakka ykkur áskrifendum Samstöðarinnar sérstaklega ætlaði ég að segja. Þegar ég sé áskrifendur þá ég við þau ykkur sem að hafi farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og hafið hakað þar við áskrift og greiðið mánaðarlegt framlag til okkar til að Samstöðin haldi áfram að vera í loftinu. Það hlægilega lágur styrkur sem við bjóðum upp á aðeins 2.750 krónur á mánuði. Munar sennilega litlu fyrir þig ef þú ert á annað borð aflögu fær, en getur munað öllu fyrir þennan fjölmiðil og það að við höldum áfram að vaksa og dafna. Og meðal annars ræða við 15 ára gömul ljóðskáld. En þættinum lokið í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.